Meðlimir Faxa eru 12 hverju sinni og hafa þeir gjarnan verið mjög virkir þáttakendur í atvinnu og samfélagsmálum hér á svæðinu. Þess er gætt að í Faxa sé breidd í lífsskoðunum og eru nokkri núverandi Faxafélagar til að mynda í framboði eða starfandi innan þeirra 5 framboða sem bjóða fram í þessum sveitarstjórnarkosningum. Tilgangur fundarins er fyrst og fremst að gefa framboðunum tækifæri til að kynna sig og stefnumál sín. Í undirbúningi þessa fundar gafst Faxafélögum og oddvitum framboðana tækifæri til að senda inn spurningar til ritstjórnarfundarins, sem setti saman af þeim Faxafélögum sem ekki hafa bein tengsl við framboðin. Ritstjórnin undir forystu Kristins Óskarssonar valdi form fundarins og spurningar úr hópi innsendra tillagna. Faxi er málfundafélag sem heldur fast í hefðir og reglur góðra málfunda og skora ég á fundastjóra og fundarmenn að gæta háttvísi í framkomu og virða þau tímamörk sem sett eru hverju sinni. Embættismenn fundarins verða Kristinn Óskarsson sem verður fundastjóri og Sigurður Hilmar Ólafsson sem gegnir starfi tímavarðar og ritara. Hér með segi ég þennan framboðsfund settan og bið fundastjóra að taka við stjórn fundarins. Kæra þakkir, Helgi. Já, ég þakka Faxafélögum það traust sem að mér er sýnt með því að fela mér stjórn þessa fundar í 3. sinn. Eins vil ég þakka oddvitum frambjóðana fyrir samstarfið við undirbúning fundarins. Eins og formaðurinn kom inn á þá er markmið fundarins að gefa frambjóðanum tækifæri á að kynna sig og stefnumál sín. Við Faxafélagar erum ekki reyndir fjölmiðlamenn þó að við höfum gefið út tímaritið okkar Faxa frá árið 1940 og þannig gengur Faxi ekki erinda ákveðna stjórnmálaskoðana heldur leggur hér til form og utanumhald fundarins með það að markmiði að draga fram sem flest sjónarmið til að kjósendur geti gert upp hug sinn. Dagskrá þessa fundar er í 6 liðum. Við hefjum þennan fund á framboðsræðum oddvita eða staðgengla þeirra. Í öðrum kafla þá förum við í svokallar já og nei spurningar. Í 3. kaflanum þá tökum við fyrir ákveðin þemu. Það er auðvitað þannig í sveitarstjórnarmálum er auðvitað mjög margt að ræða en við urðum að skerma okkur aðeins af út af tímamörkum og hérna í samráði við tillögur frá oddvitunum þá komum við okkur saman ákveðin þemu. Síðan förum við í lið sem við köllum heita sætið þar sem að við tökum svona spurningar sem vonandi eru svona aðeins krefjandi og kannski að einhverju leyti óþægilegar. Oddvitar fá síðan tækifærið á að spyrja hvern annan og að lokum þá förum við í lokaorð þar sem hvert og eitt framboð fær tækifæri. En við erum búin að draga röð framboðana, í hvaða röð þeir munu hefja hérna fyrstu umferð og fyrst er það Viðreisn og fyrir Viðreisn mun Davíð Skarphéðinsson vera með inngangsorðin. Svo er það Vilhjálmur Árnason frá Sjálfstæðisflokki, Gunnlaugur Kárason frá Miðflokki, Guðný Birna Guðmundsdóttir frá Samfylkingu og síðust í þessari fyrstu umferð verður Halldóra Fríða Þórhallsdóttir frá Framsóknarflokki. En áður en gengið til dagskrár vil ég ítreka að tímastjórnun verður að vera mjög ákveðin og munum við starfsmenn fundarins ekki hika við að taka orðið að fólki séu tímamörk ekki virt. Fari frambjóðendur ítrekað yfir tímamörk á munu lokaorð þeirra vera stytt sem því nemur. Því fundi lýkur hjá Faxa eigi síðan klukkan 22 samkvæmt auglýstri dagskrá. En þá bara göngum við til dagskrá og bjóða Davíð Skarphéðinsson annan mann á lista Viðreisnar að gjöra svo vel og hann fær 3 mínútur. Það er mér mikill heiður að fá að standa hér í kvöld sem hluta öflugum hópi frambjóðenda sem deginir sameiginlega sýn betra samfélag. Viðreisn
við nú í Reykjanesbæ í fyrsta skipti. Það eitt og sér skiptir máli. Því stundum þarf nýtt afl inn í umræðuna. Með okkur koma ferskir vindar, ný hugsun og skýr vilji til að gera hlutina betur. Við erum ekki bundin að gömlu mynstrum, heldur horfum fram á við og spyrjum hvernig getum við gert góðan bæ enn betri. Reykjanesbær er frábær samfélag. Hér er sterkt fólk, kraftmikið atvinnulíf og mikil tækifæri. En við vitum líka að við getum gert enn betur. Við getum skapað fleiri og fjölbreyttari störf, styrkt grunnstoðir samfélagsins og tryggt að allir íbúar njótir góðra þjónustu óháð aldri eða aðstæðum. Við í Viðreisn leggjum ríka áherslu á ábyrgan rekstur bæjarins. Það snýst ekki bara tölur og blaði, þetta snýst traust. Þegar vel er haldið utan fjármuni bæjarins skapast svigrúm til að fjárfesta í því sem skiptir raunverulegu máli. Skólunum okkar, velferð, innviðum og framtíð barnanna okkar. Við viljum fjölga atvinnutækifærum og byggja fjölbreyttara atvinnulíf. Það gerir samfélag okkar sterkara og stöðugra. Við viljum að ungt fólk sjáu framtíð sína hér. Að það þurfi ekki að flytja burt til að finna spennandi störf eða tækifæri. Á sama tíma leggjum við áherslu á sterka velferð. Reykjanesbær á að vera staður þar sem fólk finnur fyrir öryggi, stuðningi og tækifærum til að blómstra. Samfélagið þar sem gott er að búa og er enn betra að ala upp fjölskyldu. Stundum þarf ferska sýn og nýja kynslóð til að sjá það sem hefur alltaf verið til staðar. Tækifærin sem bíða þess að vera gripin. Við í Viðreisn erum tilbúin í þá vinnu. Við erum hlusta, vinna með ykkur og taka ákvarðanir sem byggja á skynsemi, ábyrgð og framtíðarsýn. Ástæðan fyrir því að ég tek þátt í pólitík er bara mjög einföld. Mér langar að leggja mitt af mörkum. Mér langar að taka þátt í að móta samfélag okkar og gera það enn betra fyrir okkur öll. Fyrir börnin okkar, fjölskyldun okkar og framtíðina. Ég trúi því að Viðreisn hafi það sem þarf. Við erum með skýra stefnu, öflugt fólk og drifkraft til að hrinda góðum hugmyndum í framkvæmd. En til þess þurfum við stuðning ykkar. Framtíð Reykjanesbær er í ykkar höndum, nýtum tækifærið og setjum X við sé á kjördag 16. maí. Takk fyrir. Ég veit að það er ágreiningur hvaða einkunnir á að gefa, bókstafi eða tölustafi, en þú fær allavega A+ fyrir tímastjórnun, 2 mínútur og 54 sekúndur. Vel gert. Þá er það næstur í pontu Vilhjálmur Árnason sem talar fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Kæru bæjarbúar, þessar kosningar snúast ekki flókin loforð. Þær snúast einfalt val. Val það hvort við ætlum að gera betur eða að sættu okkur stöðuna eins og hann er í dag. Við búum í bæ með einstök tækifæri, en tækifærin skipta engu máli ef við nýtum þau ekki. Og það er kjarninn í þessum kosningum. Ef þið trúið því að við séum ekki að nýta tækifærin, ef þið trúið því að við getum gert betur í leikskólamálum, ef þið trúið því að það sé hægt að lækka skattbyrði heimilana, og ef þið trúið því að við eigum að tala Reykjanesbæ upp og sækja hingað fólk og fyrirtæki, þá er valið einfalt. Þá er valið Sjálfstæðisflokkurinn. En það er eitt mál sem skiptir þetta samfélag sérstaklega máli. Húsnæðisuppbyggingin. Í dag er verið að móta stefnu sem breytir ásýnd sveitarfélagsins varanlega. Í dag er hátt í 90% af öllu íbúðarhúsnæði í uppbyggingu fjölbýlishús. Þessi stefna á að vera í gildi næsta áratuginn. Hver bað þessa stefnu? Ekki bæjarbúar og það er ljóst. Núverandi meirihluti undir forystu Framsóknarflokksins hefur hins vegar sýnt á spilin og það er gott þó að stefnan sé ekki góð. Yfirgnæfandi meirihluti bæjarbúa vill búa í sérbýli, einbýlishúsi, raðhúsi eða parhúsi eða 80%. Og það er einmitt stefnan sem við tölum fyrir.
Við viljum fjölbreytta byggð með raunverulegu vali fyrir fjölskyldur. En ef meirihluti nær sínu fram, mun niðurstaðan óhjákvæmilega vera sú að valfrelsi komandi kynslóða í húsnæðismálum verði minna en okkar kynslóðar. Og við sjálfstæðismenn sættum okkur einfaldlega ekki við það. Því leggjum við fram annan valkost fyrir Reykjanesbæ og hann felur í sér að byggja áfram í anda Reykjanesbæjar. Samfélag þar sem pláss fyrir fjölskyldur, þar sem fólk hefur raunverulegt val og samfélag þar sem við byggjum ekki fyrir kerfið heldur fyrir fólkið. Kæru vinir, þið tóku einstaklega vel á móti mér og fjölskyldu minni fyrir 2 árum þegar við þurftum að velja okkur nýtt heimili. Fyrir það ég þakklátur og ég tilbúin að leggja allt mitt að mörkum til að berjast fyrir okkar öflugu samfélagi næstu 4 árin. Þann 16. maí veljum við ekki bara fulltrúa. Við veljum stefnu, við veljum framtíð, við veljum fyrir næstu kynslóðir. Ef þú vilt meiri möguleika, meira frelsi og stoltan bæ sem vex með fólkinu sínu og iðandi mannlífi, þá valið skýrt, Sjálfstæðisflokkurinn. Kæra þakki Vilhjálmur. Þetta var jafnvel bara ennþá nákvæmara, það var 2 mínútur og 56 sekúndur. Þá það fyrir Miðflokkinn Gunnlaugur Kárason, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, frambjóðendur, íbúar Reykjanesbæjar í sal og í streymi, aðrir gestir. Tækifærið núna. Við hjá Miðflokknum mætum til leiks vegna þess að við vitum að Reykjanesbær getur gert betur. Okkar framtíðarsýn skýr. Við ætlum að reka þetta sveitarfélag að sömu fagmennsku og kröfum og best reknu fyrirtæki landsins. Við ætlum að stöðva fjársjóðun, lækka álögur og setja hag íbúa alltaf í fyrsta sæti. Menntun og fjölskylda grunnurinn. Við ætlum að tryggja öllum börnum leikskólapláss frá 14 mánaða, fyrst að meirihlutin segir að þessi allir að komast inn í 18 mánaða. Og bjóða foreldrum alltaf 250.000 króna valfrjálsar heimgreiðslur. Við ætlum að auka systkinaafslátt á leikskólum og hjá dagforeldrum. Frítt fyrir 3. barn og fleiri. Við ætlum að efla móttökukennslu fyrir börn af erlendum uppruna til að styrkja íslenskuna og verja námsárangur allra barna. Skólarnir okkar eiga að leggja áherslu á grunnfærni eins og lestur og stærðfræði með skýrari einkunnarkerfi í tölustöfum. Öflugt atvinnulíf og skynsamlegur rekstur nauðsynlegur. Við ætlum að lækka útsvar og fasteignaskatta í takt við bætta afkomu. Afkoman þarf að vera til staðar. Við munum klára uppbyggingu í Helguvík með hátækni sorpbrennslu og efla frumkvöðlastarf og nýsköpun með sterkari tengingu við atvinnulíf, menningu og skóla. Við ætlum að bæta samgöngur, tvöfalda Njarðarbrautina og tryggja að skipulag bæjarins mæti þörfum íbúa fyrir bílastæði og græn svæði. Við ætlum að verja innviðin okkar. Það kominn tími á hreinskilni. Búsetuúrræði fyrir hælisleitendur í okkar bæ valda gríðarlegu álagi á innviði og skerða öryggistilfinningu íbúa. Miðflokkurinn ætlar að tryggja að hér verði engin slík búsetuúrræði og kostnaðurinn falli aldrei á okkur íbúana. Við munum berjast fyrir nýrri lögreglustöð og tryggja öryggi í almenningssamgöngum og sundlaugum. Við gleymum ekki eldri borgurum. Við ætlum að hækka afslætti af fasteignagjöldum og tryggja að allir geti búið heima sem lengst. Við ætlum okkur að byggja íþróttamannvirki á heimsmælikvarða og hækka hvatagreiðslur í 75.000 krónur. Kæru íbúar, við bjóðum upp á skýra stjórnun, ábyrga fjármálastefnu og kjark til að segja hlutina eins og þeir eru. Tækifærið núna. Við setjum X við Miðflokkinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Þetta voru 2 mínútur og 51 sekúnda, mjög vel gert. Þá það fyrir Samfylkinguna Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel.
Virðulegi fundarstjóri og kæru gestir, ég heiti Guðný Birna og er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ. Ég sem forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúinn ykkar vil segja ykkur staðreyndir og ég legg mig ávallt fram við það. Í því ljósi langar mig að segja ykkur nokkra staðreyndir Reykjanesbæinn okkar. Samfylkingin ásamt beinni leið og frjálsu afli tóku stjórnur Reykjanesbæjar árið 2014. Eftir kosningarnar höfðu við hvorki lánstraust né gátum greitt laun. Við gátum ekki greitt niður skuldir því við áttum ekki fjármagn til þess. Skuldir bæjarins frá 2002 til 2013 fimmfölduðust frá 8,3 milljörðum í 40 milljarða. Skuldahlutfall A-hluta bæjarsjóðs var 292% árið 2011 og 296% hjá samstæðunni, hæst á Íslandi. Bæjarsjóðurinn okkar skilaði taprekstri í 11 ár. Tap sem uppreiknast til dagsins í dag er 25 milljarðar. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hér við völd var selt eignir bæjarins eins og HS Orku og 49% af HS Veitum fyrir 17 milljarða til að greiða uppreikna tap frá 2002 til 2014. Samt var auk þess tekið lán fyrir aðra 17 milljarða. Það var ekki bara tap á bæjarsjóði, það var taprekstur á B-hlutastofnunum Reykjanesbæjar eins og Kölku og Brunavörnum Suðurnesja sem eru rekin með hagnaði í dag. Sjálfstæðisflokkurinn seldi líka allar fasteignir bæjarins til félagsins fasteignar. Þetta átti að vera frábær hugmynd að leigja aftur umræddar eignir á lágu verði. Það tókst nú ekki betur en svo að langtíma skuldir Reykjanesbæjar vegna umræddra leigu var 34% af skuldum bæjarins. Ekki nóg með það heldur þurftum við líka að taka á endanum yfir félagið og kaupa allar eignirnar tilbaka, en bara kostnaður við að kaupa B-hlutastofnanir eins og Hljómahöll sem stöndum í hér í dag, Golfskálan og fleiri B-hlutaeignir kostu okkur 5 milljarða að kaupa aftur. Reykjaneshöfn var rekin með 9 milljarða halla en við höfum náð að snúa skuldum hafnaraninn niður í 1 milljarð. En hvað hefur gerst frá 2014? Reksturinn var rekin 1 ár í tap árið 2015 þegar við vorum með fjárhagsáætlun Sjálfstæðisflokksins. Eignir okkar hafa hækkað í verði og þeim fjölgað, hlutfall hefur lækkað í 136% og skuldaviðmiðnir í 109%. Rekstur er hagkvæmur og jákvæður ár eftir ár og það er jafnvægi í rekstri á öllum sviðum Reykjanesbæjar. Leikskólar og grunnskólar eru hér til fyrirmyndar og við höfum stór auki tekjur til íþrótta og tómstunda á sama tíma og við höfum tekið á móti 1000 nýjum íbúum á ári eða fjölgun bæjarins 61% á undanförnum 10 árum. Þessi sami Sjálfstæðisflokkur er hér nú að boða sömu stefnu, lofar öllu fögru fyrir alla og ætlar jafnframt að lækka tekjustofnun okkar. Þeir sem kom okkur í þessa aðstæðu vilja taka við aftur og sami leikurinn er að teiknast hér upp. Hér höfum við unnið ötullega í áratug að endurreisa sveitarfélagið okkar og við í Samfylkingin viljum eindregið halda því góða verkefni áfram því við erum hér fyrir fólkið í bænum. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Guðný Birna. Þú fórst nú aðeins yfir tíman 14 sekundur, 3:14. Þá er að lokum fyrir Framsóknarflokkinn Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Kæru íbúar og vinir. Reykjanesbær stendur á tímamótum og framundan er mikilvægt tímabil sem verður að einkennast af samvinnu. Fyrir 2014 var tímabil óreiðu og mistaka. Svo tók við tímabil tiltektar og endurreisnar og nú er að hefjast tímabil uppbyggingar til framtíðar. Spurningin er ekki hvort við getum gert betur, heldur hverjum treystum við sem hefur reynslu og þor til að leiða áfram þær breytingar. Á síðustu árum höfum við sýnt að það er hægt að snúa vörn í sókn. Við höfum tekið á erfiðum verkefnum, byggt upp traustan rekstur og lagt grunn að sterkri framtíð. En verkefninu er ekki lokið. Við verðum að halda áfram, með skýra sýn og kjark til að gera enn betur. Á síðasta kjörtímabili hef ég bæði öðlast dýrmæta þekkingu og reynslu sem varaþingmaður, bæjarfulltrúi og starfandi bæjarstjóri hér tíma. Ég hef ekki gleymt því í eina sekundu fyrir hvernig ég er að vinna. Við sem hér búum erum skynsum og við vitum betur en að stökkva á óábyrg eða illa ígrundu kosningalofvörð sem ekki hafa verið kostnaðarmetin sem geta fært okkur aftur til fyrri tíma. Við þurfum að forgangsraða
og það af skynsemi. Nú finn ég ákall eftir sterkri pólitískri forystu sem byggir á reynslu og þori til að gera breytingar sem munu skila árangri. Ég hef fengið mikla hvatningu á síðustu mánuðum og finn fyrir gríðarlegu meðbyr og er tilbúin að leiða verkefni fái ég umboð ykkar til þess. Í samtölum okkar síðustu vikurnar hefur komið fram að flest eru bara nokkuð sátt við heildarmyndina, en skýrar áherslur komið fram hvaða breytingar íbúar kalla eftir. Fjölskyldur finna fyrir auknum kostnaði vegna hærra vöruverðs, verðbólgu og vaxta og vilja eiga meiri afgang þegar búið að borga reikninga. Foreldrar vilja betru og aðgengilegri þjónustu fyrir börn sín og ungmenni, kalla eftir auknum stuðningi til að klára menntun sína, finna sinn farveg í lífinu og hlúa að andlegri heilsu í oft flóknu umhverfi. Eldra fólk kallar eftir meiri virkni og vill betri lífsgæði og við öll viljum snyrtilegra umhverfi. Íbúar, atvinnurekendur og uppbyggingaraðilar segja svo þjónusta sem þarf að sækja í stjórnsýslunni sé oft óþarflega flókin, tímafrek eða ekki nægilega samhæfð. Íbúar finna að það hallar okkar svæði meðal annars gagnvart ríkinu og vilja fá sterkan málsvara til að gæta að hagsmunum sveitarfélagsins. En kæru vinir, með vel ígrundum og skynsamlegum lausnum ætlum við í Framsókn að breyta leiknum. Í seinni hlutanum hér ætla ég að fara yfir það hvernig ég og öflugt lið Framsóknar ætlum að gera nákvæmlega það fyrir þig og fyrir framtíð Reykjanesbæjar. Þetta hlýtur að vera einhvers konar Evrópumet því að það vantaði 18 sekúndur brot upp á 3 mínútur. Þá erum við búin að heyra í öllum oddvitum nema oddvita Viðreisnar en hér eru auðvitað með okkur Arnar Páll Guðmundsson og situr hérna í pallborðinu. Þá ætlum við að fara næst í já og nei spurningar sem að við vitum að fyrir pólitíkusa er afskaplega erfitt. Nú ætla ég bara að biðja þau hérna oddvitana að lyfta spjöldum. Segðu ekki neitt. Það er auðvitað mjög erfitt. En ég get sagt ykkur það að spurningarnar eru það bil 16 og ég ætla til að gefa ykkur smá breyk að þá megið þið banka einu sinni og fá að gera grein fyrir atkvæðið ykkar. Einu sinni, ekki einu sinni við hverja spurningu, heldur einu sinni af hverju 16. Þannig að og þið viti ekki hvað kemur næst, þannig að þið verið að velja vel. Heyrðu, þið eru klár með spjöldin og við dróum röð áðan og við erum komin á já og nei spurningar. Reykjanesbær fullnýtir heimild til útsvars með álagningarprósentinni 14,97%. Á að lækka útsvarsprósentu á næsta kjörtímabili, já eða nei? Nú ætlum ég að byggja að lyfta spjöldum. Ok, það er ekki allir sammála um þetta. Hér er innslátt, þetta er bara svona. Á að tryggja leikskólapláss fyrir öll börn frá 12 mánaða aldri, já eða nei? Já, þetta er svolítið hratt. Þetta er bara já eða nei, sko, þetta er ekki. Á næsta kjörtímabili. Á að tryggja leikskólapláss fyrir öll börn frá 12 mánaða aldri. Það er ekki neinn tímasetning á þessu. Þetta er bara almennt spurt þetta. Getið fengið spjöld allra upp í einu? Ok, takk fyrir. Á að hækka hvatagreiðslur, já eða nei? Það er einróma. Á að fara í stórar fjárfestingar í ný íþróttamannvirki á næsta kjörtímabili. Það er líka almenn samstaða það. Á að stefna að sameiningu íþróttafélagana, Keflavíkur og Njarðvíkur, já eða nei? Það er búið að afgreiða það. Hafi einhverjir haft áhuga á því. Á Reykjanesbær að bjóða 17 ára ungmennum vinnuskólaúrræði yfir sumartímann. Þetta virðist vera smámál. Á að byggja nýjan leikskóla á lóð Garðasels.
auðveldar og þægilega spurningar. Samkvæmt húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar er gert ráð fyrir að 86% nýrra uppbyggingar næstu 10 ár verði í fjölbýli á að halda þeirri áherslu. Það má gera grein fyrir atkvæði sínu einu sinni. Guðni Birna, við verðum að fá... Á að halda þeirri áherslu. Já. 85. Já, 86. Haldur og Fríða vill gera grein fyrir atkvæði sínu? Ég get gert það, en ég þarf það ekki. Ég sagði nei. Já, ok, það var flott. Bara þetta að taka myndir af þessu, það tekur skjáskot bara. Þetta er mjög spennandi. Ég hef ekki gert grein fyrir mér. Gjörsvöld, Arnar Páll. Við erum bara þannig að við viljum láta markaðan ráð för eins og staðan er núna, ef að þetta fer eins og núverandi áætlun gerir ráð fyrir, þá verða 33% í sérbílum og og við viljum, eins og ég segi, láta markaðan ráð för þannig að við séum með íbúið fyrir alla á það sem er. Gott mál, takk fyrir það. Á að bjóða fyrirtækjum ívilnanir til að laða þau til Reykjanesbæjar. Geturðu útskýrt hvað áttu við með ívilnanir? Ég sem ekki spurningarnar, ég bara ber þær upp, sko. Logi Bergmann semur ekki spurningarnar sínur heldur, held ég. Ok. Á Reykjanesbæjar að hafa búsetuúrræði fyrir hælisleitendur. Allir sammála þar. Á bókasafn Reykjanesbæjar að vera áfram staðsett í Hljómahöll. Okay. Meirihlutinn í Reykjanesbæ hefur talað að aðhald í rekstri frá árinu 2014 á að skera frekar niður í rekstri bæjarins á næsta kjörtímabili. Ok. Eru einhverjir flokkar sem þú útilokar frá samstarfi í meirihluta? Nei, ok. Kjartan Már var ráðinn í opnu ráðningarferli. Vilt þú að næsti bæjarstjóri komi úr röðum kjörinna fulltrúa? Það er að segja að vera pólitískt ráðinn. Ok, takk fyrir það. Og hér með líkur já og nei spurningunum. Þannig að það var ekki mikil þörf fyrir að gera grein fyrir atkvæði sínum. Þá ætlum við að fara í þemakafla og tekin verða fyrir 4 þemu. Frambjóðendur fá 2 spurningar hvert þema og svarið á að vera svona það bil 1 mínúta við hvora spurningu. Við förum sem sagt 2 umferðir þetta. Já, bara svona til viðmiðunar. Það bil 1 mínúta. Fyrsta þemað er fjármál og rekstur. Fyrsta spurning til Samfylkingar. Þegar við talaðum góðan rekstur, hvaða einn mælikvarði sannar það best og hver á hann að vera við lok næsta kjörtímabils? Ég svara strax. Já, Ég er bara að skilja leikreglurnar, kæri fundarstjóri. Já, góður rekstur endurspeglast í góðum tekjum að þær séu umfram gjöldin sem að við haldið okkur við núna öll þessi kjörtímabil, en líka það sem að við horfum sérstaklega í er að horfa til skuldaviðmiðs og skuldahlutfalls, þannig að passa við tryggjum að gjöldin verði ekki umfram tekjur og þegar við sjáum það lækka umfram lögbundið hámark sem er 150% hlutfallið og við erum undir þeim í báðum viðmiðunum, þannig að við berum okkur fram við að haldast undir 150% markið. Þannig að það skuldahlutfallið sem og leggur til grundvallar, þú nefndir áðan að væri 132%. 136. 136. Já. Og við lok næsta kjörtímabils
þá bara að það sé undir 150? Það er lögbundið hámark, þannig að svo lengi sem við höldum okkur undir því þá erum við góð nema annað komið til greina í sveitarstjórnarlögum. Ok. Þá er það Framsóknarflokkurinn. Telið þið svigrúm til aukinar lántöku á næsta kjörtímabili og ef svo er, í hvaða verkefni myndu þið setja á oddinn? Já, við þurfum að skoða það. Við fórum auðvitað í lántöku núna á síðasta ári af því að við erum auðvitað í gríðarlegri uppbyggingu og ég held að ef við værum að hugleiða lántöku þá myndi það alltaf snúa því að flýta þeirri mikilvægu uppbyggingu sem við erum í, meðal annars að klára þessi stóru verkefni sem við erum að vinna í skólunum til þess að hraða því að sú starfsaðstaða sé til sóma bæði fyrir börnin og starfsfólk og líka að skoða það í uppbyggingu í íþróttamannvirkjum. Ok, takk fyrir það. Það er Sjálfstæðisflokkurinn. Þið hafið gagnrýnt rekstur bæjarins. Hvaða eina aðgerð myndið þið grípa til strax á fyrsta ári komist þið í meirihluta til að bæta reksturinn? Já, við skilum bara eina aðgerð, þá myndum við endurskipuleggja stjórnkerfið og sérstaklega eins og hvernig nefndaskipan og yfirbygging kjörinna fulltrúa er uppgerð, til dæmis fella niður sjálfbærniráð og lýðheilsuráð og gera þetta stjórnkerfi skilvirkara. Takk. Miðflokkur, hvert er þið fyrsta rekstraraðgerðin sem þið myndu framkvæma á fyrsta ári ykkar í meirihluta? Ég held að það sé alveg ljóst að við myndum byrja á því að fara í svona stjórnsýslu úttekt á þessu hvernig staðan er, af því að á síðasta bæjarstjórnarfundi las bæjarstjóri upp veltufjárhlutfall bæjarins sem er 0,53 og í venjulegu fyrirtæki væri það í raun og veru verið að segja að þú getur ekki borgað að lánunum í ágúst eða september. Þannig að það þarf allavega að útskýra það hvernig Reykjanesbær ætlar að gera þetta. Það er að segja að borga af sínum lánum næstu árin, af því að það er alveg ljóst að það er ekki tilefni í lántöku þegar svona er. Það hlýtur að vera ástæða fyrir því að þetta sé gert er að það sé tiltölulega auðvelt að selja eignir bæjarins eða taka arð úr eignarhlutum á fyrirtækjum sem þeir eiga. Þannig að við myndum allan að byrja því að skoða þetta, hvernig stendur á þessu núna. Þetta er sama veltufjárhlutfall var 2014. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Þá er það Viðreisn. Hvaða mælikvarða eða 2 myndu þið nota til að meta hvort rekstur bæjarins sé góður eða slæmur? Við náttúrulega myndum skoða skuldahlutfallið, sjálfsögðu, hvernig það væri og líka hvernig haldbært fé hjá rekstri væri. Við náttúrulega vitum það að við höfum verið að framkvæma mjög mikið á síðustu árum. Við höfum verið að nota haldbært fé frá rekstri. Erum að byrja í lántökum núna sem er ekkert óeðlilegt með hvað mikil fjárfestingar við höfum farið í á síðustu árum. Við myndum byrja á því að skoða hvernig við myndum skipuleggja þetta til framtíðar. Mjög gott. Þá förum við annan hring. Samfylking. Hvaða eitt eða tvö stærstu útgjaldaverkefni eru í ykkar stefnu sem krefast mestra fjármuna og hvernig verða þau fjármögnuð án þess að hækka gjöld eða álögur? Við ætlum okkur að byggja upp velferðarhús Reykjanesbæjar til að styðja við börn með langvarandi stuðningsþarfir. Við erum með húsnæði tilbúið það en við þurfum alltaf rekstrafé, það verður kostnaðarsamt fyrir það. Við ætlum okkur að lækka eitt tekjustofn til bæjarins sem er lóðarlega en hann er 0,5 milljarður á ári, þannig að við stefnum að lækka það til að gæta sanngirnis fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Takk fyrir það. Framsókn, þið leggið áherslu á aukinn stuðning við fjölskyldur. Hvaða önnur útgjöld myndið þið þá minnka eða breyta á móti til að fjármagna það? Við erum að leggja til líka bara endurskoðun á skipuriti, þannig að við sjáum fyrir okkur að það sé hægt að fara í góða endurskipulagningu þar sem við finnum líka fjármagn í það, en þegar við létum kostnaðarmeta það sem við erum að setja fram, þá kemur í ljós að með því að setja einungis 260 milljónir inn,
þá getum við létt undir með barnafjölskyldum þannig að sumir eiga 70.000 krónur meira í vasanum í hverju mánuði. Þannig að við sjáum alveg fyrir okkur að það er hægt að nýta 260 milljónir í það. Ok, takk fyrir það. Sjálfstæðisflokkur, nefnið 1 eða 2 helstu mistök sem meirihlutin hefur gert í rekstri á þessu kjörtímabili og hvernig þið hefur gert það öðru sín? Já, það eru 2 kannski megin mistök að það er til þess að byrja með er áætlanagerð og að full fjármagn ekki framkvæmdir áður en að leggja staði framkvæmdir. Þannig að þau eru alltaf að stöðva framkvæmdirnar og fresta þeim og áætlunin sé ekki nógu skýr, þannig að það fyrir við töluvert fram úr áætlunum og svo er það líka fjárstýringin að það þurfi að taka yfirdráttarlán á miðju ári til þess að tryggja greiðsluflæði bæjarins og það eykur kostnaðinn í óþarfa. Ok. Miðflokkur, þið hafið talað verulegan sparnað, er raunhæft að ná honum án þess að skerða þjónustu og ef ekki, hvar myndu þið byrja? Það er alveg ljóst að mikill sparnaður getur skert þjónustu að einhverju liti. Það er ekki stefna að gera það. Við höfum ekki séð ársreikning Reykjanesbæjar, sennilega eini flokkurinn sem hefur ekki séð hann og vonandi sést hann á morgun á bæjarstjórnarfundi. En miðað við þessar tölur sem komu núna frá bæjarstjóra á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá verður þetta mjög, verður bara þokkalega erfitt að finna þetta, en ég held í stjórnkerfinu innan ráðhússins, innan nefnda og í raun og veru snýst þetta líka það að skera niður strax þegar að þjónustan hverfur, ekki bíða. Þess vegna segjum við eins og önnur fyrirtæki á markaði, þú fækkar starfsfólki eða eykur starfsfólk eftir afköstum bæjarins, ekki 6 mánuðum seinna eða svoleiðis. Þannig að það er nauðsynlegt að gera það strax. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Þá er það Viðreisn, þið að bjóða fram í fyrsta sinn. Hvaða eina rekstrarbreytingu myndu þið innleiða strax á fyrsta ári ef þið kemist í meirihluta? Við myndum koma á fót sérstöku íþrótta- og tómstundasviði. Okkur finnst að það sé komin tími til þess að færa þetta undir sérstakt svið af því að þarna er fyrsta snerting við börnun okkar, þarna er fyrsta snerting við nýbúa og tengslamyndun til framtíðar. Þannig að þessi breyting myndum við gera ásamt því að endurskoða líka stjórnsýsluna til þess að finna auki fjármagn til þess að framkvæma þessa breytingu. Takk fyrir. Og ég ætla að hrósa ykkur fyrir að halda ykkur innan tímamarka, vel gert. Þá er það næsta þema sem er skipulag, húsnæði og þróun bæjarins og við byrjum á Viðreisn. Þið leggið áherslu á fjölbreytta íbúðakosti. Hvernig myndi það birtast í skipulagi og hvernig myndi hlutfall sérbýlis og fjölbýlis breytast? Eins og ég nefndi, heyrist það vel í mér? Eins og ég nefndi áðan, þá var markaðurinn sem fær að ráða för. Við viljum betri tengingar milli hverfa, þannig að fólk geti nýtt sér gönguleiðir, hjólaleiðir og þess áttar innan Reykjanesbæjar. Við náttúrulega vitum það að bærin er að þróast og við þurfum að skoða líka af því að lóðurnar sem við eigum til uppbyggingar í dag eru nú ekki margar. Einu lóðurnar sem Reykjanesbær á núna eru í Keflavíkurborgum sem eru núna í skipulagsferli. Þannig við viljum vernda græn svæði, við erum með fjölbreytta byggð og að innviðirnir fylgi með græn svæði, útivist og þess áttar. Þannig við séum með þetta allt sem er klárt á sama tíma. Takk. Miðflokkur, þið hafið gagnrýnt stöðu innviða. Hvar telið þið að skipulag bæjarins hafi ekki fyllt uppbyggingu síðustu ára? Já, við höfum aðeins gagnrýnt það að það væri hugsanlega búið að breyta ómengi af lóðum, sérbýlislóðum í jafnvel fjölbýlislóðir og það kannski svona sýnir sig best að það hefur verið gert aðeins út í Njarðvík. Það sem að nýju skólinn okkar, stóri skólinn okkar, er að fá núna í 3. ári í röð 60 nemendur. Þetta er ekki gert ráð fyrir þessu, þannig að einhvers staðar á leiðinni hefur verið gerð breyting þar sem að minni íbúðir, fjölbýli hafa verið sett í staðinn fyrir sérbýli sem gerir það verkum að
að innviðirnir og skólinn lendir í vandræðum með pláss. Að nýbyggðu skóli sé orðin allt og lítill 2 árum seinna. Þannig að það þarf að hugsa þetta rosalega vel áður en það er bara samþykkt alltaf að breyta yfir í fjölbýlislóðir. Þannig að þetta þarf að vera í takt við hverfið. Takk fyrir það. Sjálfstæðisflokkur, þið hefði gagnrýnt húsnæðisáætlun meirihlutans. Hvað er það mikilvægasta sem þið myndu breyta? Mikilvægasta við húsnæðisáætlunina er að fara strax í að fjölga sérbýlishús á lóðum, koma Keflavíkurborgum og sérbýlishverfinu Ásbrú strax í framkvæmd, þannig að minni heimaverktakar geti fengið lóð og byggt og selt og einstaklingar geti líka sótt lóð og þannig komist jafnvægi hér á húsnæðismarkaðinn og allir óháð aldrei geti valið sér búsetu eftir sem hentar hverjum einum best og þannig líka vex bærinn þá í eðlilegum takti, ekki of hratt og þannig ráða innviðirnir betur við það. Takk fyrir. Framsókn, hver er framtíðarsýnin fyrir Ásbrúarsvæði? Hún er svona nokkuð ljós núna í því skipulagi sem að er í gangi. Við náttúrulega sérstæða Ásbrúar hverfisins er að það er ekki land sem er í okkar eigu. Við höfum sannarlega deiluskipulagsvaldi og höfum verið að skipuleggja það með uppbyggingaraðilum þar sem að við sannarlega þrýstum á það af því að þar stóð til að byggja eingöngu fjölbýli tíma en umhverfis- og skipulagsráð tók saman höndum þar og þrýsti á það að það eruðu sérbýli. Þannig að við erum að sjá þar uppbyggingu sérbýla. Þannig að við sjáum það að þar verði bara blómleg byggð. Það mun fjölga þar gríðarlega og þá þurfa innviðir að vera til staða líka. Sérðu það gerast á næsta kjörtímabili strax? Ekki kannski á kjörtímabilinu, en spurningin var svona frekar opin. Já, en ég er að fylgja henni eftir með það. Bara flott, en á kjörtímabilinu þá nei, ég kannski miða við bara efnahagsástandi sem að við búum við í dag, að þá sjáum við ekki fram að það verði byggt svona á næstunum, við sjáum ekki gröfur mæta, en við þurfum að vera tilbúin, það er sannarlega þannig. Já, takk fyrir það. Samfylking, samkvæmt húsnæðisáætlun er gert ráð fyrir mikilli áherslu á fjölbýli á komandi árum. Hvers vegna er sú leið svo rétta fyrir Reykjanesbæ? Sko, húsnæðisáætlun sveitarfélagsins er lifandi plagg, þannig að það er ekki til fyrirstuð að endurskoða það á hverjum tíma fyrir sig. Áherslan á húsnæðis- og mannvirkjastofnun og það sem markaðurinn er að kalla eftir er 2-3 herbergja íbúðir og það er það sem hefur verið í byggingu og markaðurinn er að kaupa þær eignir. Við eigum ennþá 40 og eitthvað, 42 ef ég man rétt, einbýlishúsalóðir í Ásakverfi sem hafa ekki farið út í yfir 20 ár. Þannig að það eru lausar stórar einbýlishúsalóðir sem að fólk er ekki að kaupa. Ok, takk fyrir þetta. Þá fyrir við aðra umferð og viðreist. Þið talið langtíma hugsun og eignastýringu. Hvaða innviðum Reykjanesbæjar teljið þið verið mesta þörf fyrir slíka endurskoðun í dag? Við leggjum til að við förum í ákveðna svona langtíma úttekt á eignum Reykjanesbæjar. Við skulum bara horfa á það þannig að þegar við fyrir sjálf í framkvæmdir þá byrjum við á því að skoða hvað er brýnt og hvað má bíða í ákveðin tíma. Þetta viljum við gera við eignir Reykjanesbæjar þannig við lendum ekki því að fá þetta allt í hausinn á sama tíma. Þetta er langtíma plan og þetta sparar peninga til framtíðar. Peninga sem getur nýtt í annað og fjárfest betur í sveitafélaginu til framtíðar. Okay. Takk fyrir það. Miðflokkur, hvaða eitt skipulagsverkefni myndi þið setja í algjöran forgang á næsta kjörtímabili? Það er að halda ekki áfram á sömu braut á Akademíri. Ég held að það sé alveg á hreinu. Já, stutt og laggott. Takk fyrir. Viljið þú reyndar komst aðeins inn á það sem ég ætlaði að spyrja það næst, en hvar á að brjóta nýtt land undir fleiri sérbýli? Já, það er eins og ég segi að við þurfum að breyta ásýnd Ásbrúar strax með að fjölga þar sérbýlislóðum og við höfum að fara strax í Keflavíkurborgir og svo vera tilbúin að halda áfram að þróa í samvinnu hvernig við viljum gera þetta og svo bara þátti sem ég bæti kannski við þetta með skipulagsmálin þar sem ég fekk sömu spurninguna tvisvar að þá skiptir þetta líka máli að við séum liðleg í skipulaginu til að mæta bæði þörfum atvinnulífsins sem er hér til að vaksa og atvinnulífsins sem vill koma hér hvernig við höfum
lóðirnar tilbúnar, gatnagerðirnar tilbúnar og við getum mætt þeim þörfum sem vilja hér byggja upp og þróa okkar góða samfélag til þess að vera öflugra og kraftmeira. Takk. Framsókn, í hverju felst styrkur núverandi húsnæðisáætlunar? Já, styrkur. Hér hefur verið talað um það að húsnæðisáætlun er plagg sem okkur ber að skila inn einu sinni á ári uppfærðu. Og það er bara svona eitthvað sem við höfum til hliðsjónar. Við setjum þar inn það sem að hefur verið skipulagt, en hvort það verið framkvæmt, það verður tími bara að leiða í ljós. Þannig að mér finnst þetta bara að vera plagg sem að við horfum til og er síbreytilegt. Ok. Samfylking, hvað í núverandi skipulagi eða uppbyggingu myndu þið gera öðruvísi í dag með að við reynslu síðasta kjörtímabils? Já, góð spurning. Það sem ég hefði kannski viljað sjá öðruvísi væri helst þá bara að við hefum útdeilt 2 reitum í Ásbrú sem hafa ekki ennþá komið til framkvæmda. Það hefur tekið langan tíma skipulagsferli yfirleitt en við finnum það að markaðurinn er að kalla á fleiri íbúðir. Hér eru að fá til okkur fyrirtæki sem að finna ekki laust húsnæði fyrir sitt starfsfólk, þannig að við þurfum líka að halda í við uppbyggingu íbúða. Mjög gott. Takk fyrir þetta. Þá erum við, og hrós ykkur aftur fyrir að hafa svörin stutt og skelegg. Þá er það 3. þemað, það er íþrótta- og tómstundamál. Við byrjum á Sjálfstæðisflokki. Þið viljið lækka æfingagjöld og auka stuðning við íþróttafélög. Hvernig verður það fjármagnað? Já, við hefum talað skýrt um það að því betur sem okkur tekst að stýra rekstrinu vel og fara betur með fjármagnið og stækka kökuna, sækja hér kraft í atvinnulífinu sem við höfum og sækja nýtt atvinnulífinu á svæðið, að þá munum við forgangsraða því í íþróttinu. Þannig að hvað við getum lækka æfingagjöldin mikið í samstarfi og samningum íþróttafélagin og hvernig getum byggt upp aðstöðuna, bæði rekstraraðstöðu íþróttafélagana og íþróttamannvirkin, það mun algjörlega stýrast eftir þeim árangri sem við náum á fjármálahliðinni. Takk fyrir það. Samfylking, þið hafi verið í meirihluta. Hvaða 1 eða 2 íþróttagreinar teljið þið að þurfið meiri stuðning og uppbyggingu á næsta kjörtímabili en verið hefur? Það er nú erfitt að gera upp á milli allra þeirra 30 deildar sem við höfum hjá okkur, þannig að ég ætla nú ekki alveg að kasta mér að þósprengju, en auðvitað þurfum við að efla aðstöðu íþrótta fyrir fullt af félögum, en það sem er svona brínast við snýra knattspyrnu og fimleikum, bara ekki spurningu það. Ok. Framsókn, þið setjið fram skýra tímalínu, 5 leikahús 2029 og 5 nýja æfingavelli í knattspyrnu 2028. Hversu raunhæft er að ná þessu á einu kjörtímabili? Ég held að það sé bara mjög raunhæft. Við erum vorum búin að samþykja hérna í bæjaráði í öll sem eitt að fara af stað með akademíureitin, áframhaldandi vinna á því, og við erum búin að eyrnamerkja þær tekjur sem koma inn til dæmis á þeim reit til þess að fara í þessu uppbyggingu, og ég held að þetta veri bara forgangsmál að við erum að vinna, þetta er margra ára vinna. Við fengum skýrslu frá Capacent sem sýndi okkur alveg nákvæmlega hvað þyrfti að gera, og svo unnu starfshópar mjög þétt með íþróttafélögunum að því að búa til grunninn að þessu, og við teljum bara að við séum komin á það stig að leggja af stað, og við teljum að það séu bara mjög góðar leiðir til þess að skapa fjármagn upp í þessu uppbyggingu, og já, bara mjög raunhæft. Takk fyrir það. Viðreisn, hvernig sjá þið fyrir ykkur að íþrótta uppbygging styðji við heildarskipulag bæjarins? Á hún að vera miðlæg eða byggja upp út í hverfunum? Sko, við viljum náttúrulega fá, heildarsýn á þetta til framtíðar, og hvernig heildarsýnin verður þarf að vera í nánu samstarfi við íþróttarhreyfinguna. Íþróttarhreyfingin, bæði Keflavík og Njarðvík, á að ráða hvar framtíðarsýni verður. Það er okkar bara að styðja við þau í þeirri framtíðarsýn. Við þurfum átt okkur á því. Ok. Miðflokkur, þið talið að uppbygging íþróttamannvirkja sé á heimsmælikvarða. Hversu raunhæft er það á einu kjörtímabili og hvað kemur fyrst? Já, það fer alltaf svolítið eftir hvernig reksturinn lítur raunverulega út,
og hvort að þetta sé möguleiki en við eigum að setja okkur þetta markmið. Við eigum að vera íþróttabær, við eigum að geta gert betur í íþróttamannvirkjum. Við erum nokkrum árum á eftir, það er nokkuð ljóst og það er eiginlega bara nauðsynlegt að við setjum okkur þessi markmið að vera með íþróttamannvirkja á heimsmælikvarða. Við munum geta það, en það er rosalega mikilvægt að geta farið í gegnum þetta með íþróttafélögunum. Við þurfum að breyta rekstrarfyrirkomulaginu. Við þurfum að leyfa íþróttafélögunum að sjá meira rekstur, jafnvel á íþróttamannvirkjum eins og hefur gerst á höfuðborgarsvæðinu. Þar hafa ég tjáð okkur að sé besta lausnin til að skapa betri fjárhag fyrir íþróttafélögin. Það var smá tvist í spurningunni, hvað kemur fyrst? Já, það er alveg ljóst að held ég í 6 eða 8 ár hefur forgangsröðun verið þannig að fimmleikarnir, ég er fyrrum formaður fimmleikardeildarinnar og það er fyrir sennilega 8 eða 10 árum og þá voru okkur lofað nýju fimmleikahúsi, þannig að sjáu þetta er búið að vera í forgang ansi lengi og það er alveg rétt að knattspyrnan er svolítið á krossgötum. Það eru miklar kröfur sem eru gerða til knattspyrnunar varðandi aðstöðu og það er eiginlega bara einhvern veginn þannig að bænum minn hálfparti stilt upp í vegg held ég það að það þurfa að fara að gera ýmislegt. Það er verið að plástra aðeins núna en ég held að við þurfum að setja okkur töluvert betri stefnu varðandi framtíðina. Takk fyrir það. Þá förum við annan hring í íþrótta- og tómstundamálunum. Sjálfstæðisflokkur, styðið þið miðlæga uppbyggingu íþróttamannvirkja eða á að styrkja aðstöðu félaga í hverfum? Já, við teljum þessi nauðsynlegt að hafa öflugt miðlægt íþróttasvæði sem er byggt upp til þess að þá er hægt að skipuleggja líka allar samgöngur og almenningssamgöngur þangað, þannig að þá hafa öll hverfi greitt aðgengi á fjölbreytileika íþróttana, en að sjálfsögðu þarf einhverjum íþróttamannvirki hverfi líka, eins og við Stapaskóla þarf að byggja fótboltavelli og annað slíkt, þó að við verðum með akademíureitin, afreiksbrautin og sunnubrautin sem okkar miðlæga íþróttasvæði þar sem verðum að horfa til framtíða þar og hafa pláss. Og ég held að ef við byrjum á því að gera við núverandi fótboltavelli þá höfum við ennþá pláss í framtíðin til að gera öfluga sameiginlegt svæði í framtíðinni, en við þurfum að gera hagkvæmt og skynsamlega uppbyggingu núna strax meðan við erum að vinna okkur upp í að gera svo skýra og flotta framtíðarsýn fyrir uppbyggingu íþróttabæjarins Reykjanesbæjar. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Samfylking, þið leggja áherslu á uppbyggingu afreiksbraut. Er það rétt að leiðin eða ætti frekar að styrkja aðstöðu í hverfum hjá félögunum? Það er ekkert sem segir það að við getum ekki styrkt afreiksbraut til framtíðar og hverfin samhliða. Við höfum samþykkt 5 nýja æfingavelli sem að staðsetning þeirra var ekki ákveðin formlega af stýrihópnum og við leggjum til að sú vinna og sú áætlun, sú ákvörðun verið tekin í samvinnu við íþróttafélögin sem tekur bestu mögulega ákvörðun endur og þau sérfræðingar í þeim málum. Takk fyrir það. Framsókn, á Akureyri búa örlítið færri en í Reykjanesbæ. Á Akureyri fóru 3,2 milljarðar til íþrótta- og tómstundamála á síðasta ári en 2,1 milljarður í Reykjanesbæ. Samt segist þið hafa aukið framlög í málaflokkin. Er nóg gert? Það er aldrei nóg gert held ég. Við viljum sannarlega gera meira. Við höfum aukið hér framlag úr 6, eða rúmum 6% og yfir erum komin rúmlega 9%. En það þarf líka að passa upp á það að við séum að bera saman epli og epli. Við erum ekki að reka skíðasvæði, við erum ekki með skautahöll, þannig að kannski að við tökum svona þær greinar sem við erum að reka. En við viljum sannarlega auka framlög til íþrótta og tómstundamála og hér stöndum við líka frammi fyrir því að við erum að reka hér íþróttadeildir fyrir nágranna sveitarfélögin okkar og ég held að það séu bara margir sem átta sig líka ekki á því. Við erum hér með 400 og eitthvað iðkendur sem koma hér á nágranna sveitarfélögum okkar og það eru íbúar Reykjanesbæjar sem er að byggja upp þá aðstöðu og reka þau húsnæði og styrkja þær deildir og setja inn þjálfarastyrki fyrir
fyrir þá iðkendur sem við erum náttúrulega ánægð að hafa í okkar frábæra íþrótt- og tómstundastarfi, en við þurfum að ná samkomulagi við nágranna sveitarfélögin líka þátttöku þeirra í þessari uppbyggingu, af því að það bara sanngirnismál. Takk fyrir það. Viðreisn, þið segið í ykkar kosningabæklingi áhersla verður á uppbyggingu íþróttamannvirkja. Hvaða mannvirki það að tala og í hvaða forgangsröð? Sko, eftir samtöl þá náttúrulega höfum við heyrt að það þarf að taka ýmis íþróttamannvirki í gegn. Við þurfum náttúrulega að koma eins og við höfum nefnt náður nýju fimmleikahúsi. Við þurfum að skoða það. Það er mjög ofarlega á listanum okkar. Við þurfum líka svolítið að taka utan Sunnubrautina, þar sem Keflavík með sinn heimavöll. Og við þurfum að byggja til framtíðar, því að ef við skoðum bara framtíðarskipulag þá á það að vera á afreksbraut. Og við þurfum svolítið að taka utan það skipulag í samtali eins og ég nefndi áðan við íþróttahreyfinguna og við gerum þetta saman með þeim. Það er okkar stefna. Við erum ekki að fara að koma með eitthvað að við vitum eitthvað meira, heldur gerum við í samráði við íþróttahreyfinguna. Ok, mjög gott. Það var það Miðflokkur. Þið viljið bæði byggja upp ný mannvirki og hækka styrki og aðgengi. Hvað myndi bíða að það væri gætt að gera hvoru tveggja í einu? Hvað segirðu, hvað? Þið viljið bæði byggja upp ný mannvirki og hækka styrki og aðgengi fólks að íþróttamannvirkjum. Já. Ef þið getið ekki gert hvoru tveggja eða gert allt í einu, hvað er það að bíða? Já, það er alveg ljóst að við viljum að börn hafi aðgengi að íþróttum. Það er nummer 1, 2 og 3. Hérna áður fyrir gátu menn verið á malavellinum alla tíð og það er alveg ljóst að börn verða að hafa aðgengi. Og þar alveg erum við að segja það, við þurfum að bæta hvatagreiðslur, við þurfum að segja að allir geti stundað íþróttir og vissulega þurfum við að bæta aðstöðu, en klárlega megum ekki missa börninu í íþróttum. Það er bara nummer 1, 2 og 3. Takk fyrir þetta. Þá erum við búin að ljúka þriðja þemanu íþrótta- og tómstundamál og við förum í síðasta þema sem er menntamálin og við ætlum að hafa aðeins öðruvísi form á þeim kafla. Þið fáið öll sömu spurninguna og við ætlum að biðja á samfylkingu. Hver eru forgangsmál ykkar í menntamálum á næsta kjörtímabili og hvaða einu aðgerð mynduð þið setja í forgang strax á fyrsta ári? Menntamálin eru stærsta svið Reykjanesbæjar og það sem við höfum einblínt á núna er uppbygging leikskóla sem við höfum gert mjög vel. Við höfum byggt upp 3 nýja leikskóla kjörtímabilinu. Við þurfum að gæta þess að halda þeim bolt á lofti. Við þurfum að rýna vel við erum mjög barnmargt sveitarfélag, þannig við þurfum að halda áfram þeirri góðu vegferð. Við erum líka komin að tímapunkti að við þurfum að fara að bæta við næsta grunnskóla sem að verður annarkvort í Ásahverfi eða í Hlíðahverfi, líklegast í Ásbrú, ásakið. Þannig að það leikust beinast við í uppbyggingamálum á menntasviði. Takk fyrir það. Sjálfstæðisflokkur sama spurning. Hver eru helstu forgangsmál ykkar í menntamálum á næsta kjörtímabili og hvaða einu aðgerð mynduð þið setja í gang í forgang strax á fyrsta ári? Já, menntamálin náttúrulega byggjast á því hversu vel okkur tekst að manna og hversu öflugt fagfólk og starfsfólk við erum almennt með á öllum skólastígunum. Þannig að forgangsmál hjá okkur er að tryggja aðbúnað þeirra og að sé jafnur aðbúnaður á milli allara skólana, hvort sem það sé í aðstöðu eða námsmati eða útbúnaði og húsnæði, og þá er auðveldara að manna skólana og þá verða okkar öflugur skólar enn öflugri. Og það skal alveg tekið fram að starfsfólki hér er búið að vinna alveg þrekvirki miðað við núverandi aðstæður og við erum með öfluga skóla, en með því að jafna aðbúnaðinn og mannan vel með góðum aðbúnaði að þá verður skólakerfið okkar enn flottara. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Það var að Framsóknarflokkur. Hver eru helstu forgangsmál ykkar í menntamálum á næsta kjörtímabili og hvaða einu aðgerð mynduð þið setja í forgang strax á fyrsta ári? Sko, við höfum verið að standa okkur rosalega vel núna í að bæta starfsaðstæður í menntakerfinu hjá okkur og við viljum halda því áfram. Það hefur auðvitað margt breyst inn í menntakerfinu líka bara með betri kjarasamningum kennara og annað. Þannig að það sem við viljum gera núna er að nýta líka nýtt tækifæri sem kom hérna til okkar í sveitarfélagið.
þegar að Háskóli Íslands tekur hérna yfir starfsemi Keilis og starfsfólk Keilis farið að vinna fyrir Háskóli Íslands og ég held að það sé gullið tækifæri fyrir okkur að fara í samstarf við háskólann til þess að tryggja það að við verðum hérna með menntasetu þar sem við getum aukið við fagþekkingu og fagmenntun starfsfólksins okkar inn í skólunum. Af því að ég veit að það hefur verið áskorun að við erum auðvitað styðja við leiðbeinendur sem vilja fara í nám, en það er áskorun líka að missa fólki úr húsi af því að fjarnámi hefur ekki verið nægilega gott upp á það að gera. Þannig að þar sjáum við gríðarleg tækifæri. Stuðningu við starfsfólki okkar er alveg númer 1, 2 og 3, en síðan höfum við líka sagt það að núna eru börn þangað til að þau eru 18 ára og við verðum að tryggja það að skólaþjónusta nái upp í 18 ára aldur. Þannig að við viljum fara í samtal við ríkið og tryggja það að við séum að halda utan um börnin okkar þannig að þau klári hér grunnmenntun sem er orðin framhaldsskóli. Takk fyrir það. Tímavörðurinn fara fram að ókýrast. Já, takk. Hann veitir fundarstjóra mikið aðhald. Þetta er bara stórt og mikilvægt mál. Allt í góðu. Þá er það Miðflokkurinn. Hver eru helstu forgangsmál ykkar í menntamálum á næsta kjörtímabili og hvaða einu aðgerð myndi setja strax í forgang á fyrsta ári? Það er klárlega að tryggja framúrskarandi starfsaðstöður í skólum og draga markvisst úr álagi á starfsmennina. Það er okkar mat að við þurfum að stuðla að bættum námsárangri í samstarfi við kennara og aðra starfsmenn og við þurfum að hugsa kannski nýja leiðir. Við þurfum að draga fjölskylduna, foreldrana inn með okkur í að innleiða fjölskylduverkefni með áherslu á árangur í lestri og stærðfræði og svona gera heimilið svolítið ábyrgt líka með skólanum að hjálpa til og gera og fara í sérstakt átak í árangur, mælanlegan árangur inn í skólakerfinu og jafnvel byrja strax að 5 ára bekkjum í leikskóla. Það er alveg forgangsmál hjá okkur og líka að við foreldrar fáum að sjá hvort að það sé árangur yfir höfuð. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Þá er það Viðreisn. Hver eru helstu forgangsmál ykkar í menntamálum á næsta kjörtímabili og hvaða einu aðgerð myndir setja í forgangsdags fyrsta ári? Við hugsum þetta sem svona tvíþætt verkefni, náttúrulega bæði langtíma verkefni. Við höfum lagt svolítið til hvort það sé möguleiki að fækka nemendum í bekkjum. Við teljum að eftir samtölu að álagið sé rosalega mikið á kennaran okkar og við erum að fá auka pláss í Myllubakkaskóla, við erum að fá auka pláss í Holtaskóla. Þannig að þetta er langtíma verkefni, þetta er ekki eitthvað sem gerist bara nú leitni, heldur þetta langtíma verkefni. Annars vegar með leikskóla, okkur langar að skoða hvort við getum komið á ákveðinni leikskóla nefnd innan menntasviðs, af því að í dag þá er þetta náttúrulega innan menntasviðs, þannig er grunnskólinn, leikskólinn og allt sem því fylgir, þannig okkur langar svolítið að byggja undir þennan málaflokk. Hann hefur verið sveitarfélaginu áskorun síðustu misseri og við teljum að það sé komin tími til að taka hann svolítið í fangið og þá til skamms tíma, þangað til við erum komin út úr þessu stóra verkefni. Ok, takk fyrir það. Þá við fengum aðeins nasaþefun af því hjá sumum ykkar að mæla árangur og það er seinni spurningin í menntakaflanum. Hvernig viljið þið meta árangur í skólastarfi? Hvaða 2-3 mælikvarða myndið þið leggja mesta áherslu á? Og það er Samfylking sem byrjar. Já, við getum mælt árangur í skólastarfi með ígrunduðum ferli með starfsfólkjun okkar. Þau eru sérfræðingarnir. Það er bara óbúslega gott að tala við þau reglulega til að fá að hreint hvernig þeim líður í sínum starfsaðstæðum og hvað hefur verið áskoranir til þess að við getum brugðist við því. Þannig að við erum með öflugt menntaráð sem er með fjöldanallan áheyrnarfulltrúum, þannig að við fáum fólk beint til okkar sem hagsmunaaðila hópa eins og leikskólastjóra, foreldra leikskólabarna, þannig að við viljum taka virkt samtal til þess að fá upplýsingar allstaðar að til þess að við getum bætt okkur. Þannig að það er helst að taka samtali til að geta þróa okkur betur áfram.
Takk fyrir þetta, Gunni Birna. Þá það Sjálfstæðisflokkurinn. Hvernig viljið þið meta árangur í skólastarfi og hvaða 2-3 mælikvarða myndu þið vilja leggja mest áherslu á? Já, ég tel að þetta sé gríðarlega mikilvægt að tæki fyrir skólastarf til þess að styrkja sig og vita hvernig það þróast einmitt að hafa sem flestu mælikvarðana sem vist svona gæða viðmið. Það þarf að mæla hvernig mismunandi kennsluaðferðir virka. Það þarf að fylgjast með hvernig ákveðin námsefni virkar og hvernig bara árgöngum og einstaklingum að ganga, þannig að sé alltaf hægt að bregðast við og bera saman og annað slíkt. Þannig að þetta eru bara kennsluaðferðir, námsefni og svo nemendurnir sjálfur að sjálfsögðu sem að þarf að vera í símælingu til þess að sé hægt að bregðast við og þróa og styrkja þannig skólastarfi á faglegan hátt. Takk fyrir það. Þá það Framsóknarflokkur. Hvernig viljið þið meta árangur í skólastarfi og hvaða 2-3 mælikvarða myndu þið leggja mest áherslu á? Já, mér fannst spurningin eiginlega að vera meira svona hvað höfum við sem er mælanlegt og sem við getum treyst á að virkar. Og ég held að það sem við viljum horfa til að því að þetta sambland af 2 ólíkum þáttum. Það er ekki bara námsárangur einkunnir, heldur það líka líðan. Þannig að ég held að við þurfum að horfa til þess sem við höfum sem er hægt að treysta á, sem til dæmis skólapúlsinn, það íslenska æskulýðsrannsóknin, við erum með lýðheilsuvísana og svo erum við með matsferil. Og ég held að við náum svona, og það eru auðvitað fleiri svona mælikvarða sem við getum nýtt, en ég skildi spurninguna þannig að þú verður að hugsa eitthvað sem við getum lagt fram, tekið og unnið úr og verið með eitthvað svona konkrétt orðbragði niðurstöður. Þannig að ég segi þessar. Þú veit að alltaf, ég ekki að hugsa nokkuð skapaðan hlut. Ég veit það, þannig að hugsa eins. Þá það Miðflokkur. Hvernig viljið þið meta árangur í skólastarfi? Hvaða 2-3 mælikvarða myndið leggja mest áherslu á? Já, það náttúrulega nokkrir mælikvarðar og vissulega þarf að fylgjast með líðan nemenda og annað. En svona af samtali við kennara og starfsmenn í skólum þá eru þeir mjög svona uppteknir af því að fá að jafnvel að koma með breytingar og minnka í bekkjum og skipta upp í hópa. Til dæmis hafa þau sagt að afburðagreind börn hafi lítið eða engan tíma fengið í sinni kennslustofu. Það sé einfaldlega ekki hægt að sinna þeim. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka okkur til hér í Reykjanesbæ, að ná jafnvel að sinna þeim hópi. Við þurfum að taka samtalið við kennarana og starfsmennina, hvað sé næsta skref, og við þurfum líka að geta mælt það. Við þurfum að geta mælt það hve margir eru læsir í leikskóla, og ef við erum að gera það, endilega deilum því til bæjarbúa. Við getum svo tekið aftur sömu spurningu. Hve margir verða svo læsir í öðrum bekk? Hve margir verða svo læsir í 4., 7., 8. Við getum gert þetta innan hús bara í Reykjanesbæ. Og við getum upplýst foreldra hvar barnið er statt almennilega. Þannig að ég held að sé ýmislegt hægt að gera. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, hann var farin að ógerast. Heyrið það. Grjótharður alveg á kantinum. Þá það Viðreisn. Hvernig viljið þið meta árangur í skólastarfi? Hvaða 2-3 mælikvarða myndið þið leggja mest áherslu á? Þetta er þríþætt verkefni. Við náttúrulega þurfum að sjálfsögðu, eins og allir með frambjóðendur mínir hafa nefnt hérna við borðið, það er að sjálfsögðu líðan starfsfólks og barna. Við þurfum að skoða líka varðandi námsárangurinn. Við höfum líka lagt það til hjá okkur að innleiða ákveðið hagsmunamat í fastanefndi sveitarfélagsins, og þar kemur stuðningurinn þar á milli. Hvað erum við að gera rétt? Erum við að fara í réttan farveg? Þarf aðili að koma að þessari ákvörðun? Þannig að þarna værum við að fá stuðninginn þar líka. Það er það sem við teljum að þurfi til þess að aðstoða við árangur, líðan og þess áttar. Takk fyrir það. Þá er þemakaflanum lokið. Þá ætlum við að fara í næst síðasta kaflan þriðja síðasta kaflan sem heitir heita sætið,
og þar ég með spurningar sem hafa komið víða að og það bara þannig ég tek bara einn fyrir í einu, ég búin að undirbúa 4 spurningar og þið fáið alltaf 5 mínútur til að svara þeim. Ef þið kjósið að dvelja lengi við einhverja spurningu þá það bara fínt, þá bara drögum við úr vægi hinna spurningana. Þið ráðið svolítið hvernig þetta vinnst. Við drógum röð. Siggi, hvernig var röðin? Já, það Framsóknarflokkurinn fyrst. Já, byrjum á honum. Það Framsóknarflokkurinn fyrst. Sko, á faxafundum þá það þannig að þegar maður tekur til máls þá biðjum við faxafélaga að rísa á sæti og flytja sína tölu standandi en vegna hljóðnemanna þá tökum við þetta bara úr sætum, annars ég biðja ykkur að standa. Halldóra Fríða, hvernig ætlið þið að tryggja meira land til uppbyggingar innan sveitarfélagsins? Já, bara svara Já, þessu. bara byrjum á þessu. Og þetta má Meira land innan sveitarfélagsins til uppbyggingar. Já. Já, það nú nóg land hér í sveitarfélaginu. Það bara spurning hversu mikið við eigum sjálf og hversu mikið einhver annar á. En það sem að þarf við að gera til þess að geta byggt á landi, þá þarf að skipuleggja land. Þannig að ef við ætlum ef okkur vantar meira til að byggja, þá þurfum við að skipuleggja meira. Þannig að það spurning lóðir. Já, lóðir, lóðamál, akkurat, já, eignir í ríkið á eitthvað að lóðum og allavega. Absolutt, við höfum alveg rekist á það að það bara svolítið villt að vestri þegar kemur að lóðum í Reykjanesbæ. Það eru margir landeigendur, það eru ólíkir lóðaleigusamningar, það er ólík lóðaleiga, íbúar sitja sannarlega ekki við sama borð. Og það það sem hefur líka mikið verið rætt við okkur. En við sjáum fyrir okkur að leggja stað og hér oft talað um það að borða ekki fílinn í einum bita. Leggja stað með því að stofna hér lóðasjóð þar sem að við getum verið með stofnfé og tryggingin fyrir þá sem að fjármagna það með okkur lóðalega. Af því við höfum heyrt það að nú að þynnast út, það eru komnir margir afkomendur landeigenda og fólk farið að vilja selja lóðir eða land og ef það eitthvað sem sveitarfélagi á að gera þá það að eignast land innan sveitarfélagsins okkar tilbaka. Þannig að ég held að við ættum að finna þessa skynsumu lausn, vera með einhverja ákveðna upphæð sem að við reiknum út varðandi fermetra tölu per land og getum þá boðið áhugasömum landeigendum að selja okkur lóðirna þeirra inn til sveitarfélagsins. Og þannig byrjum við leggjum að stað. Þetta margra ára verkefni en við teljum að þetta sé skynsamlegasta lausnin til þess að eignast land inn á sveitarfélagsins. Flott Þið lofuðu eingreiðslum fyrir kennara fyrir kosningarnar 2018. Já. Hvernig ætlið þið nú að fjölga menntuðum leik- og grunnskólakennurum? Ég kom inn á það hérna áðan. Ég veit að við gerðum það og það var eitthvað sem við þurftum líka á að halda á þeim tíma því að þá var líka bara mikill flótti úr stéttinni og við hefum sannarlega viljað geta gripið inn í þar en svo komu góðir kjarasamningar sem betur fer þannig að staðan aðeins önnur. En ég kom inn á það hérna áðan í svari mínu að ég tel að sé gríðarlegt tækifæri að fara í samstarf við Háskóla Íslands og hjálpa okkar öfluga fólki sem vill læra hér og auka við fagþekkingu sína inn í menntakerfin okkar og hafa því hvort að það starfsfólk eða einhver sem hefur bara áhuga að fara í kennaranám eins og ég gerði nú sjálf hérna sínum tíma að komast í nám í heimabyggð þurfa ekki að leggja í langa leiði til að fara í dagskóla eða geta verið í vinnu og verið í fjarnámi í heimabyggð þar sem við léttum líka á stjórnendum sem að það mjög íþyngjandi að þau missa starfsfólk á háanna tíma innan skólastarfs til þess að sitja í fjarkennslu sem innan vinnutíma. Það hefur reynst freka flóki og þess vegna hafi ekki eins margir frá okkur geta sótt þetta nám eins og hafa viljað. Takk. Þið setjið fram metnaðarfulla uppbyggingu og aukinn stuðning við íþróttir og þjónustu. Hvernig verður það fjármagnað?
Við komum líka inn á það hérna áðan að þetta eru ekki verulegar fjárhæðir sem er að ræða en eins og ég nefndi að þá held ég að sé gríðarlega mikið sóknarfæri í því að fá hér þá aðila sem að nýta þjónustuna líka til að taka þátt í að styrkja hana og við sjáum fyrir okkur að það renni beint inn til deilda en ekki til sveitarfélagsins. Hver heildartíminn? Ok, við höfum nógan tíma. Væri Samfylkingin fyrsti valkostur ykkar í meirihlutamyndun og hvað skilur helst á milli flokkana? Við göngum algjörlega óbundin til kosninga og ég hef sagt það áður að Framsókn getur unni með öllum og allir vilja vinna með Framsókn. Og það sem skilur helst á milli okkar bara við erum í sikkurum flokkunum og svo erum við af ólíkum kynjum. En það sérstaklega spurt mun á milli ykkar, þið náttúrulega búin að starfa núna þétt með Samfylkingunni í 8 ár. Okkar tveggja. Nei, bara áherslu atriðum flokkana, hvað það sem akkur að fólk að velja annan flokkin en ekki hinn? Ef með að kjósa annan flokkin það verið að kjósa á báða? Já, ertu þá að tala bara Framsókn og Samfylkingu? Ég held að vera að tala okkur öll. Nei. Já, ég var búin að segja það. Við erum að ganga bara algjörlega óbundin til kostninga og ég held að það ekki að vera miða okkur við neitt annan en okkur sjálf. Þannig að það ekkert sérstakt sem aðgreinir ykkar stefnu frá stefnu Samfylkingarinnar? Ég hef bara ekki lagst yfir stefnu Samfylkingarinnar, svo ég segi það nú bara alveg heiðarlega. Það bara við erum að einbeita okkur á okkar málum, við erum ekki að deyfa ljós annarra til að láta okkar ljós skína skærar, við erum að einbeita okkur á okkur, hvað við ætlum að gera og að tryggja það að það sé traust til okkar og við ætlum að framkvæma það sem við segjumst alltaf að gera. Takk fyrir þetta, Halldóra Fríða. Þetta var rétt 5 mínútur, við skulum ekki sundulega síðan, látum bara klukkuna ganga í einni lotu. Hver var næstur? Það Samfylkingin. Gunni Birna, þið hefur lagt áherslu á að létta undir með barnafjölskyldum. Hvaða einu aðgerð myndirðu setja í forgang eða setja í gang strax á fyrsta ári? Við myndum vilja gefa börnum og ungmennum í sveitarfélaginu frítt strætó. Það eru lágar fjárhæðir sem við erum að fá út úr því verkefni, þannig að það er vel gerlegt. Við viljum líka rýna sérstaklega kostnað barnafjölskyldna í leikskóla og hámarka þær greiðslu við 50.000 á fjölskyldu óháð barnafjölda. Það er sanngirnismál. Við erum nú þegar með fullan afslátt á 3. barni, þannig að það myndi ganga til við annað barn núna. Þannig að það er greiðlegt sanngirnismál sem við myndum vilja fara í strax á næsta kjörtímabili. Okay. Hvernig ætlið að fjármagna aðgerðir til þess að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla ef að sá kostnaður lendur á sveitarfélaginu? Kostnaður við að brúa bilið og lögfesta þetta mikilvæga stig mun færa með sér tekjur frá ríkinu í einhverju formi en þetta er 10 milljarðar á ári fyrir Ísland að fjármagna þetta, þannig að þetta líti á sem samvinnuverkefni okkar og ríkisins og það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að fylgja þessu eftir ef að við fáum einhverja hluta af tekju tilbaka því að við erum að fjármagna þetta fullu núna sveitarfélagið í rauninni þjónusta sem er ekki lögbundin en gríðarlega mikilvæg fyrir forsendur sveitarfélagsins. Stefnuskráin ykkar inniheldur mörg almenn markmið sem flestir flokkar getur verið sammála um. Hvað aðgreinir ykkur skýrt frá Framsókn í raunverulegum aðgerðum? Já, við erum náttúrulega samfylkingin, við erum okkar eigin flokkur, þannig að við, auðvitað er margt líkt með okkur Framsókn og okkur öllum. Ég meina við erum að starfa í sveitarstjórnarmálum, það er miklu nærtækari málefnin þar heldur en til að mynda á ríkisstjórnarstiginu. Þannig að auðvitað eru mörg málanna keimlík út af því að við erum að vinna fyrir nálægð við íbúan. Þar koma íþróttur og tómstundir sterk inn og ég heyri að við erum öll jafn áfjóð í það að efla þann málaflokk til að mynda. En auðvitað er Samfylkingin með frábæra málefnaskrá, ég hvet ykkur bara til að kynna ykkur hana. En þótt að við störfum saman erum við ekki sami flokkur en við vinnum vel saman og setjum áhersluna á íbúan okkar og þjónustu við það eins og við öll erum að stefna að. Hvað ætlaði að gera öðruvísi á næsta kjörtímabili heldur en því sem er að líða? Geturðu nefnt 1 eða 2 dæmi? Verkefnið er aldrei búið og við höfum oft talað fyrir því að nú komið þið og það er eitthvað nýtt en þú veist, bærin okkar stækkar á hverju einasta ári, áherslu breytast, börnum vera að fjölga, þannig að það er ekkert, við hökum ekkert í boxin og erum búin.
Verkefnin eru óendanleg og við bara höldum áfram að leggja áherslu á það. Það er mjög mikilvægt að við höldum álögum og íbúum í lágmarki. Við styðjum við barnmarga fjölskyldur sem eru mjög margar í sveitarfélaginu okkar og við þróum þetta frábæra sveitarfélag til framtíðar. Sér í lagi með húsnæði sem allir geta verið stoltir af og að hér sé atvinna sem er fjölbreytt. En eitthvað sem er breytt, eitthvað sem ætla að gera öðru sig, bara milli þessa tímabils og næsta. Við ætlum að einbeita okkur að því að lækka álögur á barnafjölskyldur með því sem ég kom inn á áðan. Við ætlum líka að lækka álögur á íbúa sem fer í formi lóðagjalda. Við erum að fara af stað með risa uppbyggingu íþróttamannvirkja sem við höfum verið að undirbúa núna, þannig að uppbyggingafasin er allt næstu kjörtímabil. Takk fyrir þetta. Það var ljómandi. Hver er þá númer 3 í röðinni? Það er Sjálfstæðisflokkur. Sjálfstæðisflokkur, þið talið gjarnan að auka svigrúm fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Hvað þýðir það í raun á sveitarstjórnarstiginu og getur nefnt okkur einhver dæmi? Já, aukið svigrúm er bara að þá hafi fólk og fyrirtæki svigrúm fyrir sitt framtak, einstaklingsframtak, að einstaklingar hafi þá svigrúm til að velja sér þá eign sem þau vilja búa í, hafi meira úrval hvort þau búi í sérbýli eða fjölbýli og það sé á viðráðanlegu verði. Og það er eins með fyrirtækin að við tökum og vinnum með þeim í gegnum allt ferlið frá því að óska eftir lóði eða breytingu á sínum byggingum og sínum lóðamálum núna til þess að byggja upp og vaksa í okkar góða sveitarfélagi. Þannig að með auknu svigrúmi þá er komin aukin svigrúm fyrir fyrirtækin og fólkið að vaksa í sveitarfélaginu. Okay. Hvernig á að fjármagna eitt æfingagjald eins og Grindavíkurleiðin gerir ráð fyrir þegar það eru 30 deildir í Reykjanesbæ sem eru margfalt stærra umfang heldur en í Grindavík þar sem að búa mun færri? Það sem við hefum sagt alveg skýrt að það er grunnmarkmið hjá okkur að öll börn óháefna hafi aðgengi að íþróttum. Og það er grunnatriði. Og þetta myndi þá vera gert með samningum við íþróttafélögin. Vonandi komumst við eitt æfingagjald, en við ætlum að byrja á því að gera samningum að lækka æfingagjöldin og svo eins og við höfum fjármagn til, þá gerum við það. Þó að séu færri iðkendur í Grindavík og færri deildir, en þá er líka þetta miklu stærra samfélag, þannig að það er miklu meiri tekjur og fleiri iðkendur sem að borga þá, þannig að við trúum því að það komi fleiri iðkendur sem að borga þá grunngjaldið. Og ég er ekki á lof því að þetta verði sama gjald og í Grindavík, heldur langur okkur að nálgast það. Fyrir mig, mína fjölskyldu jókst æfingakostnaðurinn 700.000 á að flytja til Reykjanesbæjar. Ég er við það, en hugsi ykkur fjölskylduna sem er með minna milli handana og innflytjum. Þau ráða ekki við það, þannig að þetta er stórt verkefni. Þið hafið talað fyrir lækkun gjalda og aukinni þjónustu. Hvar mynduð þið skera niður til að það gangi upp? Já, sko, það þarf ekki alltaf að skera niður. Það þarf bara að fara vel með fjármunina eins og ég lagði, ég held að getum farið best með fjármunina með að hafa betri áætlanagerð í þær framkvæmdir sem við förum til þess að geta fylgt þeim líka betur eftir og fjármagnaðar í upphafið. Þannig kom ekki allir þessi auka kostnaðar við að framkvæmdir tefjist og breytist í miðju ferli og annað slíkt. Og svo er þetta náttúrulega fyrst og fremst að gera stjórnsýslan og annað skilvirkara þannig að uppbyggingin, þannig við förum að fá tekjur af auknum, af fleiri lóðum og meiri uppbygging og meiri útsvari. Ég minna á að ég er ritstjóri þessa fundar líka og við fengum spurningar sendar víða að og það var ein spurning sem bara kom aftur og ég veit að þú er búin að þurfa að svara henni áður og á öðrum stöðum og allt það en hún verður að koma. Hyggst þú sitja á þingi sem flestir telja meir en 100% starf og starfa líka í bæjarráði og bæjarstjórn? Er engin hætta á hagsmunaárástum til dæmis gagnvart öðrum sveitarfélögum? Já, bara takk fyrir þessa spurningu og ekkert að afsaka sko. Ég er ekki að fara neitt, ég og mín fjölskylda flutt í þetta glæsilega samfélag og hér mun ég vera bæjarfulltrúi næstu 4 árin sama hver niðurstaðan verður og það er bara þannig með það að vera bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ er ekki full staða eins og það er að vera það í Reykjavík. Þannig að það er ábyrgðarlaust af mér sem fjölskyldufaðir að segja upp í minni föstu vinnu samhliða því að vera ekki komið með aðra. Þannig að það þarf bara að koma ljós hvernig það þróast.
þannig að vera í minnihluta í þinginu og hér í bæjarstjórn, þá myndi ég náttúrulega sjálfsögðu ekki fara í margar nefndir hér og sinna þessu fullum krafti og ég hlakka til að nýta þau tækifæri sem eru hér í Reykjanesbæ. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Hvert eru við komið sér ekki í dagskránni? Það er Viðreisn. Já, Viðreisn næst. Já, það er Viðreisn. Arnar Páll. Þið talið mikið fyrir auknu samráði. Hvernig ætlið að fara því í raun? Sko við hugsum þetta sem eiginlega tvíþætt. Annars vegar samráð við fólk og íbúa í Reykjanesbæ. Við viljum efla opna íbúafundi. Við viljum að fólk hafi rödd og það hefur sýnt sig undanfarið að þegar hefur verið uppbygging í nær samfélagi, einhver breytingum áform varðandi uppbyggingu á einhverju starfsemi og þess háttar, þá hefur fólk risið upp. Það er gott og við viljum efla það enn frekar. Þá er þetta samráð við íbúa. Við viljum líka efla samráð innan stjórnsýslunar. Eftir samtöl síðustu vikna þá finnum við að það er komin stundum ákveðin glerveggur á milli. Þá á ég við að það er kannski búið að lofa einu á eina starfsstöð, svo er kannski einstaklingar farin að undirbúa, farin að tæma eða þess háttar, svo allt mér bara nei, þetta kemur í haust, án þess að láta vita. Þannig að samráðið þarna þarf að lagast. Og þetta erum við að heyra alveg trekk í trekk, hvert sem við förum. Þannig að við þurfum að skoða þetta til framtíðar og auka þá þetta samráð bæði íbúa og innan stjórnsýsluna, þannig að gera stjórnsýsluna skilvirkari til framtíðar. Ok, takk fyrir það. Við vitum að Viðreisn hefur ákveðnar áherslur í landsmálum, en hver er helsta sérstaða eða séreinkenni ykkar í sveitarstjórnarmálum? Það er valfrelsi. Við leggjum rosa mikið upp úr valfrelsi einstaklinga. Máli mínu til stuðnings þá vill ég bara nefna við sendum út grein núna í þessari viku varðandi heimgreiðslur. Við viljum frekar gefa einstaklingum val það hvort að það verði hægt að lengja fæðingarorlofið. Við erum í ríkisstjórn, við munum berjast fyrir þessu af því að þarna værum við að tryggja foreldrum lífeyrisréttindi en þau koma ekki með heimgreiðslunum. Þannig að við viljum skoða þetta valfrelsi þannig að þú getur verið í fæðingarorlofi ef þú vilt vera lengur og það þá jafnvel sparar leikskólapláss til framtíðar fyrir aðra einstaklinga. Þannig að valfrelsi númer 1, 2 og 3. Ef þið komist í meirihluta, hvað mega íbúar sjá og finna fyrir í breytingum strax á fyrsta ári og nefna svona 2 dæmi? Ferska vinda, eins og ég nefndi hérna áðan, þá viljum við koma á sérstöku íþrótta- og tómstundarsviði til þess að byggja undir þann hóp. Okkur langar að gera gangskör í því að fjölga atvinnutækifærum í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum í heild. Þar þurfum við að skoða hvernig við lögum að fyrirtæki til svæðisins. Við gerum það annars vegar með markaðssetningu hjá Reykjanesbæ og hins vegar í nánu samstarfi við SSS og Markaðsstofu Reykjanes. Þau eru að gera frábæra hluti. Við viljum efla það samstarf enn frekar. Þarna væri við að segja, við höfum góða sögu að segja. Við viljum fá þessi stóru og góðu fyrirtæki til sveitarfélagsins með einni snertingu innan stjórnsýslunar. Af því við skulum ekki gleyma því að sá biðtími sem er að bíða eftir því að fá leyfi, lóðir og þess háttar, það eru peningar. Eins og núna þá höfum við verið að heyra að fyrirtæki eru jafnvel að bíða í ákveðna mánuði. Það er algjörlega óásættanlegt. En að sjálfsögðu koma aðrir aðilar að því líka. Eins og kom hérna fram áðan varðandi lóðir og þess háttar. Það spilar allt saman, en ef það er ein snertning innan stjórnsýslunar, þá verður þetta ferli mjög skilvirkara, auðveldara, sem þýðir minni tími. Þið setjið að eitt af stefnumálum ykkar er að fækka nemendum í bekk. Kallar það ekki á fjölgun bekkja, fleiri kennara og starfsfólk og fleiri skólastofur og hvernig ætlaði að framkvæma það? Eins og ég nefndi hérna áðan að þá erum við að stækka Myllubakaskóla, við erum að stækka Holtaskóla. Við eigum færanlegar kennslustofur. Að sjálfsögðu er þetta langtíma verkefni. Þetta er ekki eitthvað sem mun bara klárast á 8 til 12 mánuðum. Ef við náum að fækka í bekkjum, þá erum við með frábæra skóla, frábært starfsfólk og hingað vill þá fólk koma og starfa hjá okkur. Og þetta gerum við náttúrulega sjálfsögðu í samráði við skólastjórnendur, við stjórnsýsluna og þess háttar. Þannig að þetta er langtíma verkefni, ekki skammtíma verkefni.
En er þetta ekki dýrt? Við höfum líka að tala fyrir því að fara með ákveðna tilfærslur í stjórnsýslunni. Þar spörum við peninga. Það eru til ýmsir verkferlar sem ekki verið að styðjast við nú þegar og þar viljum við skoða hvort við getum deilt verkefnum á milli og þannig takmarkað aðkeypta þjónustu sem er rosalega stór hluti í Reykjanesbæ eins og staðan núna. Þannig að skoða hvort við getum fyrst sinn nýtt þau tæki og tól og þekkingu sem er innan stjórnsýslunar áður en við förum að leita tilboða í verkefni. Gott takk fyrir þetta, Arnar Páll. Er þá ekki bara miðflokkur eftir? Það var það miðflokkurinn, Gunnlaugur. Þið hafið lagt áherslu á breytingar í rekstri og stjórnsýslu. Hvað er það fyrsta sem þið myndu gera öðruvísi? Við myndum sennilega láta skoða og jafnvel að breyta varðandi til dæmis menntasviðið. Ég veit að Helgi er góður en að íþróttur og tómstundir skuli vera hjá honum er bara ekki í lagi. Þetta áveri algjörlega sér, hann er enga veginn held ég það er bara mikið að vera að sjá þetta svið af því að íþrótt og tómstundasvið er ekki bara að fylgjast með íþróttunar. Þetta er forvarnarsvið sem er afskaplega mikilvægt og ekkert minna mikilvægt heldur en grunn- og leikskólan okkar. Þannig að það er hægt að búa til ný svið og bæta inn á eins og að færa lýðheilsunefnd og annað inn í íþrótta og tómstunda. Þannig að það er hægt að búa til aukið svigrúm innan stjórnsýslunnar. Í umræðinni hefur verið talað um mögulegan sparnað í stjórnsýslunni. Á sama tíma hefur verið bent á að lágur launakostnaður geti leitt til manneklu, starfsmannaveltu og aukins álags. Teljið þið svigrúm til niðurskurðar án þess að það bitni á þjónustunni? Já, við teljum það. Það er hægt að meta þetta með samstarfi og samtali við starfsfólk. Mannekla hefur kannski ekki verið neitt ofboðslega mikil okkur. Ég held að sé frekar álag á starfsfólk sem hafa gert það verkum að manneklan hefur verið. Og við þurfum að fylgjast ofboðslega vel með þessu að starfsfólki okkar verði ekki fyrir álag. Við megum ekki grípa og seint inn í. Þá förum við að lenda í því að það verða mikil veikindi og annað slíkt. Þannig að ég held að þetta sé hægt með samstilltu átaki með starfsfólki og svona innan stjórnsýslunnar, já, ég held að. Hvernig ætlið að framkvæma breytingar á einkunnakerfi grunnskóla þegar það er ekki á forræði sveitarfélaganna? Þetta er góð spurning. Það er alveg rétt að það eru bókstafir ennþá. Og þó svo að við foreldrar og meirihlutar af kennurum skiljum ekkert hvernig þetta fer fram, þá erum við algjörlega á því og eftir samtal við kennara, þá er hægt að gera bæði. Og sumir halda, það er allt of flókið. Ekki svo. Segja margir kennarar mér, þetta verður mun auðveldari framkvæmd ef þú gefur tölu fyrst, þá áttar sig allir á því hvar nemendur er staddur og síðan getum við farið í þessi hæfnisviðmið sem er aftur á móti mjög flókin. Þekki það sjálfur að vera að leysa af í grunnskóla núna að Guð hjálpa okkur í þessi hæfnisviðmið sem að, eins og ég segi, eru erfið að skilja. Ok, Gulli, ég veit að við töluðum aðeins þetta áðan en við verðum að koma að sinna þetta aftur. Þegar þú talar íþróttamannvirki á heimsmæli, Já. Hvað áttu við? Er þetta ekki bara eitthvað della? Nei, þetta er bara ekki alveg della. Ef þú bara tekur Haukana núna, þetta eru íþróttamannvirki á heimsmæli. Við erum ekki þar. Við erum ekki með landslís körfuboltavöll, landslís handboltavöll og nýja innihöll, það sem eitt félag er með. Við erum ekki þar. Við erum bara langt frá því og við þurfum að setja okkur raunhæfa stefnu. Það er rosalega flott að sjá 5 fótboltavelli og nýja 5-leikavöll. En þurfum við ekki að bara hugsa aðeins lengra? Er Njarðvík í alvöru sátt við að fara þessa leið? Sumir segja, ég hef ekki alveg heyrt það, en af þessum samtölum. Þannig að þetta er raunhæft og við þurfum að finna bestu leiðina til þess að verða í fremstu röð aftur.
Er ekki landsmælikvarði hérna frá raunhafurinn, kannski heimsmælikvarði? Ég má maður ekki vera stóristur líka í kosningum. Er það ekki stundum bara einsælt? Ljómandi, takk fyrir þetta. Þá er þessi kapli búinn sem við kölluðum heitasvætið, en ég gat nú ekki fundið að það væri neitt nýtt í, við bara rúlluðu þessu upp. Þá er komið að kapla sem að oddvitar spyrja hvern annan. Já, oddvitar spyrja hvern annan. Þetta eru tvær umferðir og í fyrri umferðinni þá drógu oddvitarnir hvern hinna oddvitana þeir spyrja, þannig að allir fá spurningu í fyrri umferð. Ég bið oddvitana að orða spurninguna knappt, það er ekki rými til þess að halda framsögu í formi spurningar, þannig að við erum að hugsa að spurningin geti verið svona það bil 20 sekundur. Oddvitinn fær þá það bil svona mínútu eins og við höfum verið að vinna með hér til þess að svara og ef að oddvitinn sem bara spurninguna kýs svo, þá getur hann borið upp gagnspurningu sem má vera þá aðra 20 sekundur og þá getur oddvitinn svarað í það bil 30 sekundur. Og við drógum röð. Það er Samfylking sem á að bera upp fyrstu spurningu og ég veit ekki hvern Guðni Birna ætlar að spyrja. Þetta er svo spennandi. Þetta er mjög spennandi, þannig að gjörðu svo vel, Guðni. Heyriði, takk kæri fundarstjóri. Ég fékk miðflokkinn og mig langar að spyrja hann Gunnlaug, bara í takt við það sem hann sagði hér áðan, hvað ætla miðflokkurinn að gera við bókasafni í Ljómavöll? Við? Bókasafni í Ljómavöll. Hvað ætlum við að gera við það? Við hljótum að þurfa að færa ef það verður ekki hérna, það er nokkuð ljóst. Já, þú sagðir það ætti ekki vera hérna. Hvað ætlar að gera við það? Finna nýja stað fyrir það. Hvaða stað? Já, ef ég vissi það nú bara 1, 2 og 3, en það er ekkert mál að finna nýjan stað fyrir bókasafni ef það er hægt að færa það bara hér úr ráðhúsinu. Þannig að... Ok. Takk fyrir þetta. Hver var númer 2? Það er Viðreisn, Arnar Páll. Já, ég þró Framsóknarflokkinn. Þannig að hvað sem ég að spyrja þig, Halldóra, ef þið farið í samstarf, hvaða mál eru skilyrði hjá ykkur og þið mynduð ekki hvika undan? Er það að þú verður bæjarstjóri eða er það eitthvað svona stjórnsýsluleg málefni? Takk fyrir spurninguna. Okkar helsta svona, ef ég á að segja baráttu mál er að styðja hér við börn, fjölskyldur, eldra fólk. Það er þetta mannlega. Þannig að ég held að það sé aðalega það sem að við myndum ekki vilja gefa afslátt af. Ok. En ætlar þú að vera bæjarstjóri? Já, ég hef búin að segja það. Ég er tilbúin að sinna því hlutverki. Fá ég umboð til þess. Án þess að ég vilja vera oftæklegur, þá voru þetta 2 spurningar. Það var ekki eftirfylgisspurning. Takk. Siggi, það er Framsóknarflokkur. Halldór og Fríða, gjörðu svo vel. Heyrðu, ég dró hann vin minn, hann Arnar í Viðreisn. og ég er með spurningu til þín. Nú er ráðherra þinn með frumvarpinn í nefnd opnun brottfarar eða hælisleitendamiðstöðvar í Reykjanesbæ og mig langar að spyrja þig hvort þú styður opnun hælisleitendamiðstöðvar í Reykjanesbæ. Sko, nú ertu komin í mjög vafasamt málefni en ég styð alltaf úrræði þar sem við erum ekki að brjóta á mannréttindum einstaklinga. Eins og staðan er núna, þá eru hælisleitendur sem ekki, eða sem neita yfirgefa landið, réttar sagt, þeir eru vistar á Hólmsheiði. Það er algjörlega óboðlegt fyrir einstaklinga. Við erum að tala, þetta náttúrulega er í nefnd, að sjálfsögðu getur þetta
breyst í meðhöndlun nefndarinnar. En að öllum líkindum myndum við styðja þetta úrræði. Þorbjörg Sigríður hefur talað fyrir þessu úrræði. Þetta lokað úrræði, þetta myndi ekki hafa áhrif á Reykjanesbæ per se, ef við sletta hans inn á milli líka. En við stöndum alltaf með mannréttindum, það er það sem er. Þið fylgjast eftir eitthvað allra? Já, eiginlega, því að Guðný fekk að vera með, þetta samt ekki spurningin þar sem ég hef gaggspurningu, sko. Þetta ekki það, er það nokkuð? Nei. Gaggspurning, bara sem sagt afsama með því. Sko, af því að ef þú les greinagerðina, þá er þetta ekki bara lokað úrræði. Þetta er ekki bara brottfararmiðstöð. Þetta er líka móttökumiðstöð, skimunarmiðstöð og neyðarúrræði Rauða krossins. Þannig að þetta er ekki bara lokað úrræði. En samkvæmt mínum upplýsingum frá Þorbjörgu Sigríði, núna fyrir stuttu síðan, þá upplýsti hún mig að þetta væri ekki frágengið frumvarp, þannig að það mun líklegast taka einhvern breytingum í meðhöndlun nefndarinnar. Hún taldi mér og öðrum trúum að þetta væri niðurstaðan sem væri farsælust fyrir okkur og hún nefndi náttúrulega að þetta geti tekið breytingum þannig að ég mun algjörlega þrýsta á þetta frá henni, klárlega. Takk fyrir þetta. Þá er það Miðflokkur, gjörðu svo vel Gunnlaugur. Já. Ég dró sem veit minn hér. Vili, stóra spurningin er, mun Sjálfstæðisflokkurinn eða hefur Sjálfstæðisflokkurinn út frá stefnu þessara 4 flokka í raun og veru útilokað einhver stefnumál þar sem hún ekki vinna með eða vinna að einhver ákveðnu stefnumóti sem útiloki í raun og veru eitthvað af þessum framboð. Það er náttúrulega ekkert framboð útilokað en stefnumálin, ég er aldrei að fara að samþykkja áframhaldandi akademíureitsins til dæmis og ég er ekki að samþykkja áframhaldandi 85% öllu framtíðar húsnæðisverði blokkir og það eru svona stefnumál sem eru ófrjó og ógjörnleg en ég er tilbúin að ræða samstarfi hvaða flokk sem er en ég er ekki að fara að gefa afslátt á þessum stefnumálum. Gagn, myndi gefa eftir bæjarstjórn? Þetta er önnur spurning. Var þetta ekki gagn? Þá er það Vilhjálmur, Sjálfstæðisflokkurinn er síðastur ef að bókhaldið er rétt. Já, og það er bara eftir að spyrja Gunni Birnu, þannig ég heyri það að þið eru mjög ánægð með verk ykkar í meirihlutanum. Því langar mér að spyrja, er eitthvað sem þið hefðu samt vilja gera öðruvísi á kjörtímabilinu? Við viljum alltaf gera meira og bæti meira en við lifum eftir fjárhagsáætlun sem að við höldum skynsamlega. Við skiljum eftir 10% framlegð í hverju fjárhagsáætlun til að eiga fyrir fjárfestingum og þannig höfum við náð að byggja upp sveitarfélagi samhliða. Það teljum við mjög mikilvægt og við sjáum alveg vöxtinn, við sjáum þörfina fyrir uppbyggingu. Þannig að ef ég ætti fullan vasa meiri peningum þá ég vilja geta gert meira. En við þurfum að gera þetta skynsamlega og í réttum takt við fjármögnunina sem við eigum. En ég skilur rétt, þú fyrir að tala fjármálin, það eru fjármálin sem þið hefði viljað standa ykkur aðeins betur í. Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði að ég hefði verið til að eiga meira peningum. Við lifum eftir 3 fjármögnunarleiðum, herra þingmaður, eins og þú fullveist. Við fáum útsvar, fasteignaskatt og framlag úr jöfnunarsjóði. Og þótt að ég vildi auka þau framlög, þá fáum við bara með við íbúana sem við erum og það veistu fullvel. Þessi umferð var glæsileg. Þetta var svolítið þvingað, núna fáið að ráða. Og við förum bara sömu röð, þannig að Samfylking, þið megið velja oddvita til að spyrja og gjöru svo vel. Já, þakka þér. Ég vil spyrja Villa. Ef þú kemst í meirihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og ef þú gætir, myndirðu selja restina af HS Veitum líkt og formaður þinn hefur lagt til að selja eignir? Nei, við erum ekki að fara að selja restina að því. Þetta er grunninnviður hér í bænum sem er mikilvægur fyrir þróun samfélagsins. Það var í lagi að selja hinn helmingin. Nei, út úr. Enda er meirihluti eftir. Við erum með meirihluti í þessu. Nefnilega. Takk fyrir þetta. Arnar Páll, það er við rest. Gjörðu svo vel. Mér langar að spyrja hana vinkonu mína, hana Guðný Birnu. Af því að við nefndum það daginn að það var framúrkeyrslur í framkvæmdum.
Þú nefndi við mig að við varum að miða fermetraverð við Reykjavík og nákvæmlega sveitarfélögin okkar. Höfuðborgarsvæðið. En við erum staðsett í Reykjanesbæ. Af hverju miðum við ekki bara við Reykjanesbæ? Og hvað er mikið eftir óuppgert í framkvæmdunum okkar? Til að svara varðandi höfuðborgarsvæði þá fór eignaumsýslusvið okkar að kanna meðal fermetraverð í grunnskólabyggingum og það er bara nýlegustu tölurnar eru grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu. Það var ein bygging á Akureyri ef ég man rétt en hún var 30 ára gömul þannig að þetta voru nýlegustu tölurnar til viðmiðunar. Ekki að við séum að miða okkur við Reykjavík. Hinn spurningi var... Hvað er margt eftir óuppgert? Óuppgert, við erum með fullt af verkefnum sem eru ennþá bara í fullum gangi. Nei, hvað stendur eftir í, sem sagt ef við tökum bara framkvæmdina sem er í gangi núna, til dæmis Stapaskóla, hvað er mikið eftir óuppgert? Við erum að ganga frá verkefninu í Stapaskóla. Takk fyrir það. Þá er það Framsóknarflokkur, Halldóra Fríða. Ég er aðeins á svipuðum slóðum áðan og ég ætla að beina spurningu minni til Villa af því að hún er mjög mikilvæg fyrir íbúa hér í Reykjanesbæ. Nú er eitt af kosningaloforðum ykkar að gera ekki fleiri flóttamannasamninga. En að sama skapi þá styður þú heilshugar samkvæmt þínu formanni í ræðu á þingi frá því í nóvember sem ég hlustaði bara aftur á í morgun til að vera alveg viss að það verði opnu hælisleitendamiðstöð í sveitarfélaginu. Því vil ég spyrja þig, Vili, styður Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ opnun hælisleitendamiðstöðar í Reykjanesbæ? Þannig ertu nú að blanda saman tveimum atriðum og það sem er gríðarlega mikilvægt til að takast á við hælisleitendamálin á landinu öllu er að hér komi þessi flóttamannastöð og við höfum barist fyrir því og að það komi þessi brottfararmiðstöð og móttökumiðstöð líka og þetta er lokað úrræði en það stendur hvergi í frumvarpinu og okkar áætlunum að hún eigi að vera í Reykjanesbæ og það sem ég hef sagt að það er bara aðalatriðið að þessi stöð komi til sem við náum tökum á hælisleitendamálum á Íslandi og það er númer 1, 2 og 3. Ef að ríkisvaldið ákveður að hér sé skynsamlegasti staðurinn til að vera, þá verður það aldrei samþykkt nema með skýrum skilyrðum. Þarna er alveg fagleg störf og sérhæfð störf sem er gott að fá á svæðið, en það verður ekki afgirt svæði, þetta verður afgirt svæði ekki í íbúabyggð, heldur við þá girðingunni inn í innahverfi sem það þarf að vera afgirt, þetta getur ekki verið í íbúabyggð. Ég fæ 20 sekundur af því ég fæ gagnspurningu. Já, flott. Þetta er nefnilega ekki alveg rétt og ég er ekki að misskila neitt eða að rugla einhverju saman. Ég styð sannarlega líka opnum brottfarastöðar, bara alveg svo það sé kýrskýrt, en ekki inn í miðju íbúakverfi. Og þetta er eitthvað sem ég mun setja í íbúakostningu, komið til þess að það standi til að opna þetta hér. Þetta er alls ekki lokað úrræði. Nú á spurninguna. Já, og spurningin er, getur verið með þessu á Alþingi en á móti þessu hér, þegar við erum byrjuð, við fengum óskum að sýna húsnæði inn í sveitarfélaginu okkar sem er bara sannarlega inn í miðju íbúakverfi. Og þetta getur ekki átt heiminn í miðju íbúakverfi og ég ætla að ítreka það, setja þetta í íbúakostningu leið og við erum komin hérna í meiri hluta. Já, við hefum verið skýr, þetta er lokað brottfararúrræði og það er hefur verið okkur tillaga í þinginu og það er það sem er stutt og það er það sem við höfum barist fyrir inn í nefndinni og eins og kom fram, þetta er ekki komið út úr nefnd ennþá. Þannig að ég mun aldrei samþykkja annað heldur en lokað úrræði hér inn í innahverfi en ekki inn í íbúðahverfi. Takk fyrir þetta. Þá er það Miðflokkurinn. Já, takk fyrir það. Þó ég held reyndar að ég væri að fara að ræða þessi mál en þið eru augljóslega sammála okkur í því. En þannig að beint til formanns Bæjarráðs. Við höfum auglýst 2 eignir núna til sölu, Nesvelli og Akademíuna. Er ekki alveg ljóst að við ætlum að greiða eitthvað niður skuldir? Eða fyrir þetta bara beint í rekstur? Afgangurinn af sölunni. Munum við ekki greiða niður skuldir? Það er spurningin. Rétt er að við erum búin að auglýsa Nesvelli, en við erum ekki búin að auglýsa Akademíuna. Og það er alveg kýrskýrt að söluverð Akademíunar fer í uppbyggingu í íþróttamannvirkjum. Það er bara eyrnamerkt. Allt í lagi að fara í fjárfestingar, það er bara allt í lagi, en hitt. Þannig að bara, og við höfum bara ekki, við vitum ekki hvert söluverð Nesvalla verður ef við fáum tilboð. Við vildum bara setja það á borðið af því að það er óeðlilegt í dag þegar ríkið
með 100% eignarhald á hjúkrunarheimilum, að sveitarfélagi eigi hérna 85% af því að þetta, svo það sé sagt. En verður að nota til að greiða niður skuldir eða fer það bara í rekstur? Við þurfum bara að sjá það hvað við fáum út af þessu. Lóttir, takk fyrir. Síðasti oddviti til þess að byrja upp spurningu oddviti Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, takk fyrir þetta. Mér langar að spyrja Arnar Páll vinn minn af svona svipaðri spurningu hann fékk á hann. En nú eru sveitarstjórnarstigið, hitt stjórnsýslustigið við Alþingi. Þess vegna langar mér að spyrja svona erindi Viðreisnar á landsvísu gagnvart sveitarstjórnarstigið. Við náttúrulega viljum láta til okkar taka. Við erum núna að bjóða fram í 11 sveitarfélögum. Flokkurinn að vaxa. Við finnum meðbyr. Við finnum að fólk treystar okkur til góðra verka. Og við erum með öflugan hóp með okkur hvar sem við erum að bjóða fram. Þannig að við eigum svo sannarlega erindin á sveitarstjórnarstigið alveg eins og eigum erindi inn í landsmálin. Já, ég var að fæ að fylgja betur eftir. Ég var að meina hvernig hefur landsmálin stefna og erindi Viðreisnar á landsvísu, hvernig styður sú stefna og erindi við sveitarstjórnarstigið? Hún náttúrulega mótast hjá Viðreisn á landsvísu, stefnan okkar á sveitarstjórnarstiginu líka. Þetta er náttúrulega talar allt saman kerfin. Ef þú ert líka að tala um hvaða áhrif stefna flokksins á landsvísu hefur á okkur, þá ertu líklegast að skoða málefni varandi eins og við nefndum áðan flóttamannastöð og þess og þar, en að sjálfsögðu spannar þetta allt saman Vilhjálmur, að sjálfsögðu, það gerir það og við erum bara öll í þessu saman, það er það sem er. Kæra þakkir, þá er þessum næst síðasta lið lokið. Þá er komið að loka orðum framboðana og við munum fara í öfuga röð frá því áðan. Þannig að fyrst til þess að flytja sín lokaorð er oddviti Framsóknarflokksins, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Kæru íbúar, hér eru skynsamar lausnir sem byggja á reynslu og þekkingu okkar í Framsókn sem munu bæta lífsgæði íbúa til muna og tryggja okkur það sem er mikilvægast, samfélag sem bara virkar. Við setjum börn, ungmenni og fjölskyldur í fyrsta sæti með lægri kostnaði þar sem leikskólagjald verður greitt til dagforeldra, gjaldfrjáls frístund verður í fyrsta bekk, sterkari stuðning í mennta- og velferðarkerfi og hækkun frístundastyrks upp í 75.000 krónur og að þeir nái til barna frá 2 ára aldri. Fyrir foreldra getur þetta þýtt 20.000 lækkun á mánaðarlegum greiðslum og létti það því verulega undir með fjölskyldum. Reykjanesbær á að vera besti staðurinn á Íslandi til að ala upp börn. Við eflum þjónustu við eldra fólk og aukum virkni og lífsgæði með því að opna tómstundamiðstöð eldra fólks. Við einföldum og samhæfum þjónustu fyrir alla íbúa með nýju fjölskyldusviði og förum í skipulagsbreytingar á umhverfis- og framkvæmdasviði, þannig verður þjónustan betri og skilvirkari. Við setjum upp hvata svo atorkusamt fólk getur raunverulega byggt sér heimili á þeim 40 einbýlishúsalóðum sem standa auðar í sveitarfélaginu. Við hröðum uppbyggingu eins og kostur er, hvort sem litið er til stofnana sveitarfélagsins eða íþrótta- og tómstundastarfs, bætum ímynd Reykjanesbæjar, styrkjum viðburði og menningarstarf, eflum atvinnulíf, sköpum fleiri tækifæri og gerum Reykjanesbæ enn meira aðlaðandi fyrir fjárfestingu til framtíðar. Við stofnum lóðasjóð til að við getum með skynsumum hætti keypt land innan sveitarfélagsins til okkar og jöfnum leikinn í lóðalegu. En kæru vinir, þetta gerum við ekki ein. Við þurfum ykkar stuðning. Ég er þakklátt fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt og fyrir þá hvatningu sem ég hef fundið frá ykkur síðustu daga og vikur. Ég gef þér loforð að ég mun halda áfram að vinna af heilindum fyrir þig og ég óska eftir að þú setir X við B þann 16. maí fyrir þig og fyrir framtíð Reykjanesbæjar. Takk fyrir þetta, Halldóra Fríða. Ég gleymdi að minnast á það að tímamörkin í þessari síðustu umferð eru 2 mínútur. Halldóra Fríða talaði 2 mínútur og 9 sekúndum betur. Þá er það fyrir oddviti Samfylkingarinnar, Guðný Birna Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel.
Virðulegi fundarstjóri og góðu gestir. Samfylkingin hefur unnið ötult starf fyrir Reykjanesbæ undanfarin áratug. Okkur gengur vel, uppbyggingin hefur verið ótrúleg undanfarin ár, það sjáum við öll. Við viljum bæta daglega lífið með samfylkingunni fyrir fyrirtækin með því að stytta og einfalda boðleiðir fyrir íbúa og fyrirtæki með einni viðkomu og sýna skýran áhuga þegar fyrirtæki leitast við að koma í sveitarfélagi til okkar. Fyrir barnafjölskyldur viljum við bjóða frítt í strætó fyrir börnin okkar og að hámark leikskólagjalda verði 50.000 krónur á mánuði fyrir hvert heimili óháð barnafjölda. Fyrir heldri borgaran okkar viljum við hlúa fólkinu sem byggði samfélagið okkar upp með því að efla félagslega ráðgjöf til aldraða og draga og bæta stuðning í daglegu lífi. Við viljum einnig fjölga tómstundaúrræðum og viðburðum fyrir fólk 67 ára og eldri. Virðulegi fundarstjóri og kæru gestir, höldum áfram okkar góðu og öflugu velferð fyrir hönd Reykjanesbæjar. Bærinn okkar frábær og hér býr ótrúlega duglegt og öflugt fólk. Við höfum allt í brunns að bera til að verða besti kostu fyrir fólk að búa á. Hlustum á íbúana og gerum þetta saman, kjósum samfylkinguna áfram fyrir fólkið í bænum. Takk fyrir þetta, Gunni Birna. Hún talaði í 1 mínútu og 18 sekúndur. Þá það oddviti Miðflokksins, Gunnlaugur Kárason. Kæru bæjarbúar, við stöndum á tímamótum. Laugardaginn 16. maí göngum við til kosninga og veljum hvers konar samfélag við viljum byggja upp hér í Reykjanesbæ. Með Miðflokkinni í forystu ætlum við ekki bara að reka bæinn okkar, við ætlum að gera hann að fyrirmyndarbæ á Íslandi. Við ætlum að sýna landsmönnum hvernig hægt að snúa vörn í sókn með því að setja íbúana alltaf í fyrsta sæti. Við verðum fyrirmyndir rekstri, við ætlum að sýna að hægt sé að reka sveitarfélag á sömu fagmennsku og best reknu fyrirtæki landsins. Það sem útsvar og fasteignaskattar eru lækkaðir í takt við árangur, en ekki hækkaðir til að fóra bákni. Við verðum fyrirmynd í menntun. Við munum sýna hvernig góð móttökukennsla og áhersla á íslensku sem grunngildi lyftir öllum börnum upp. Við ætlum að vera bærinn þar sem öll börn fá pláss á 14 mánaða aldri og þar sem fjölskyldur hafa raunverulegt val með heimgreiðslum. Við verðum fyrirmynd í öryggi. Við ætlum að vera bærinn sem þorir að segja nei við ofálagi og innviði og tryggir að öryggi íbúa í sundlaugum, strætó og á götum úti sé algjört forgangsmál. Við verðum fyrirmynd í lífsgæðum með íþróttamannvirkjum á heimsmælikvarða, bara fyrir því geti. Hærri hvatagreiðslur og virðingu fyrir okkar eldri borgurum ætlum við að skapa samfélag sem fólk allstaðar á landinu mun horfa til okkar öfundaraugum. Kæru vinnir, Reykjanesbær á að vera bærinn sem allir tala sem staðinn þar sem hlutinni virka. Þar sem þjónustan skilvirk, skattarnir eru sanngjarnir og samfélagið sterkt. Landsmenn munu horfa til okkar og spyrja hvernig fóru þeir að þessu. Svarið verður einfalt. Við þorðum að velja nýja leið. Við þorðum að velja hagsmuni okkar íbúa. Gerum Reykjanesbæ að stolti Suðurnesja og fyrirmyndi Íslands. Tækifærið núna, setjum X við M. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Hann talaði í 1 mínútu og 53 sekúndur. Þá næstur oddviti Sjálfstæðisflokksins, Vilhjálmur Árnason. Gjörðu svo vel. Kæru vinir, ég vil þakka ykkur fyrir góðan og málefnalegan fund þar sem að stóru málin hafa vissulega verið meira í brennidepli en þegar hefði heyrt að skýrt að valið skýrt, hvort við viljum breytingar eða áfram það sama. Mér langar að koma hér inn á mál sem hefur komið minna fram og það fegrun bæjarins, gert göngustíga, gróðursetning og annað slíkt sem að eykur aðeins mannlífið og gerir þetta aðeins skemmtilegra og fallegra. En einnig líka málefni eldri borgara sem við viljum setja inn í tómstundamiðstöð sem gildi fyrir alla og taka upp heilsufæðismælingu 2 ári eins og Janusarverkefni var og fleiri slík máli samþætting þjónustunnar og annað slíkt. En ég ásamt mínum frábæra frambjóðendahópi, við erum tilbúin ef þið gefa okkur umboð til þess að sýna það að það verða breytingar. Ef þið gefa okkur skýrt umboð þá munið þið finna það strax að hér verður öflugri og skemmtilegri bær þar sem að álögur munu lækka, sérbýlishúsin fara að rísa og atvinnulífið fer að blómstra.
Ég treysti á ykkar stuðning 16. maí. Takk fyrir þetta Vilhjálmur, hann talaði í 1 mínútu og 10 sekúndur. Síðust á mun tala 4. maður á lista Viðreisnar, Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir. Fundarstjóri og kæru íbúar. Nú aðeins nokkri dagar til kosninga og eins og þið sjáið þá erum við í Viðreisn mætt til leiks. Við erum hér komin sem öflugur hópur frambjóðenda með ferska sýn og skýra stefnu hvernig hægt að gera kraftmikinn Reykjanesbæ enn öflugri til framtíðar. Við erum ekki hér vegna sérhagsmuna, heldur vegna hugsjóna. Við erum nýtt afl, ný kynslóð með ferska vinda sem tilbúin til að taka ábyrgð og móta samfélagið með ykkur. Við erum stolt af okkar Reykjanesbæ og eftir samtöl síðustu daga og vikur finnum við kraftinn sem býr í samfélaginu. Við viljum hlusta á ykkar rödd og taka ákvarðanir með ykkur, ekki án ykkar. Jafnrétti er einmitt eitt af gildum Viðreisnar, jafnrétti til virkrar þátttöku og skoðana. Pólitísk markmið nást með öflugu, opnu og lýðræðislegu starfi þar sem virðing er borin fyrir náunganum og öllum er boðið velkomið. Með því að kjósa nýja kynslóð eru þið ekki bara að velja fólk, þið eru að velja framtíð. Þið eru að gefa framtíðinni raunverulegt tækifæri. Við ætlum að starfa fyrir ykkur, í ykkar umboði og því munum við ekki gleyma. Við munum hlusta, standa við orð okkar og vinna af heilindum og af heiðarleika, því það er ykkar traust sem skiptir okkur öllu máli. Kæru íbúar, við í Viðreisn erum tilbúin. Nú er tækifærið, nýtum það saman. Mætum á kjörstað, nýtum kosningaréttin. Setjum XVC 16. maí. Gleðilegt Viðreisnar vor. Takk fyrir þetta Aðalheiður. Hún talaði í 1 mínútu og 40 sekúndur. Það var komið að lokum þessa fundar. Ég vil byrjaði að þakka oddvitum fyrir þáttöku í fundinum og þeim sem hér tóku til máls. Og takkar ykkur líka kærlega fyrir undirbúningin sem var gaman að takast á við. Við takkar líka fagsafélögum fyrir aðstoð við undirbúningu fundarins. Takkar Reykjanesbæ fyrir að leggja til húsnæði, tæknibúnað og starfsfólk og Palla og hans fólki að dreifa þessu, auglýsa og dreifa og vonandi að vinna einhverjar fréttir í kjölfarið. Ég hvet bæjarbúa til að taka þátt í þessari lýðræðisveislu sem að kosningar eru og fyrir hönd fagsafélaga þá þakka ég kærlega fyrir góðan fund og óska ykkur öllum velfarnaðar í ykkar störfum í komandi framtíð. Takk fyrir. Fundi slítið.